Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu á þessu kyrra mánudagskvöldi 20. apríl, það styttist í sumardaginn 1. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að hann Pálmi Sigurhjartarson, píanisti, hann kemur og segir okkur frá fyrstu píanóplötu sinni sem kemur út eftir nokkra daga og hann má segja að COVID hafi orðið honum svona uppspretta hugmynda að útgáfinni og frábær píanóleikari hann Pálmi og gaman að fylgjast með því sem að hann að framkvæma núna. Nú Ríkisútvarpið verður til umræðu hjá okkur og staða fjölmiðlunar heilt yfir líka einkarekinna fjölmiðla. Hann kemur hérna hann Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV og ræðir við mig meðal annars gæði dagskrá, traust og ekki síst fjárhag. Það má kannski nefna það, ég veit ekki hvort ég get sagt til gamans en hérna, mér finnst það nú ekkert voðalega fyndið. En tekjur samstöðarinnar voru innan við prósent af þeim tekjum sem Ríkisútvarpið hafði úr að spila. Á árinu 2025 Ríkisútvarpið 100 sinnum mikilvægara en samstöðin gild spurning. Nú við ætlum líka að ræða útgerðarspillingu sem hefur verið til umræðu síðustu daga. Þingmaðurinn Sigurjón Þórðarson og varaþingmaðurinn Grétar Mar Jónsson, báðir frá Flokki fólksins, þeir koma hér og ræða spillingu í sjávarútvegi. Við höfum heyrt fregnir frá Berlingske og umræðu það að spillingin hér í ólígarka heiminum, útgerðarmógulunum, sé mikil. Og hafa verið fróðlegt að heyra hvað þeir félagar hafa það að segja. Mannréttindi hafa einnig verið mikið rætt undanfarið og Viðar Eggertsson, leikstjóri og Sigríður Nanna Heimisdóttir, hún aðstoðarskólastjóri Hagaskóla. Þau koma og bregðast við umræðu Snorra Mássonar, miðflokksmanns, varaformanns miðflokksins, hvorki meira né minna, regnbogamenninguna í skólum. Það verður forvitnilegt að heyra hvað til dæmis aðstoðarskólastjóri Hagaskóla hefur að segja. Mér skilst að það sé hinsegin fólk að draga sig inn í skuggan. Það sé bakslag. En ætli við hefjum ekki leik á ansi mögnuðu viðtali, þótt ég segi sjálfur frá. Hún Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, leikkona, hefur síðustu daga gefið út hins svokölluðu Ólínu skjöl. Og þar segir hún frá hlutum sem legið hafa í þagnargildi. Í viðtalinu hér eftir skamma stund ræður hún kynferðisofbeldi sem að hún var sjálf fyrir á barnsaldri og ekki bara það, heldur hræðilega nauðgun í Þjóðleikhúsinu þegar hún var innan við 30. Og hún ræðir þetta og setur það í samhengi við samfélagsgerðina eða samfélagsmeinin. Og já, maður þarf eiginlega svolítið að draga bara andan djúpt áður en maður fer í þetta ferðalag með henni Steinunni Ólínu en ég mæli svo sannarlega með því. Þannig að Rauða borðið sprelllifandi og fjölþætt í kvöld hefst eftir andartak til að minna ykkur á það áður en auglýsingar koma að það getur verið góð hugmynd að styrkja samstöðuna til þess að við höldum áfram að búa til efni fyrir þig og þína hagsmuni. Hægt að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar napp þar sem ástendur áskrift og 2.750 krónur aðeins kostar það á mánuði að halda okkur gangandi. En farið ekki langt, dagskráin hefst með sláandi viðtali við Steinunni Ólínu eftir andartak. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgun verða hlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Gleði svo mikil dauðans alvar. Ef það ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum.
Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Einn þekktasta leikona landsins, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, hefur verið að gefa út eitthvað sem hún kallar Ólínu skjölin. Þar segir hún frá hlutum sem legið hafi þagnargildi og ég hef tekið eftir því að hún hefur tjáð sig ýmislegt á Facebook undanfarið sem svona opnar dyr að já, ég held hún sé einhvern veginn að reyna að útrýma tabúum og ósiðum í íslenskri menningu og öðru slíku og við erum svo heppin að Steinunn Ólína komin hér að Rauða borðinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Sömuleiðis svo alltaf gaman að hitta aðra norrlendinga. Já, einmitt. Getur ekki verið svolítið svona harðmælt í dag? Jú. Við skulum gera það. Já, kveða að með norrlenskum brag. Einmitt. Já. En sko, þú ert að fjalla mál sem að eiginlega verða nú ekki öllu viðkvæmari. En þú ert að gera það í samfélagslegu tilliti. Þið langar að breyta heiminum. Já, sko í mínum huga þá eru konur, börn og land einn og sami hluturinn. Og við Íslendingar, við lifum núna tíma þar sem mjög hart gengið á almannafé. Á sama tíma og þjónusta öll að skerðast mjög mikið. Þetta eru einföldar staðreyndir sem allir lifa og við sjáum þessi endalausu fjárútlát til verkefna annar staðar í heiminum en ekki hér heima og það þessi svona nýlendu herra stemning sem hefur verið hér allar götur síðan að erlendir menn komu til Íslands og töldu að þessi mjölbúar sem hér byggju gætu náttúrulega bara ekki séð sig. Þetta heiðna fólk sem hér bjó og allar götur síðan hafa fyrst útlendingar verið að hafa gott af íslenskum auðæfum og vegna þess að þegar erlendi menn komu hérna þá sáu þeir ekki einhvern kúltúr sem auðvitað var hér. Þeir sáu vinnuafl, þeir sáu glæsileg fiskimið og þeir sáu ár og beitarlendur og þeir litu auðvitað á Íslendinga eins og alla aðra frumbyggja, eins og heimurinn lítur niður á frumbyggja og hugðust hafa gott af þeim. Og svona þetta nú með okkur Íslendinga allar götur síðan. Undir Dönum, Danir og Normenn ákveða hverjir megi kaupa fisk af Íslendingum. Íslendingar hafa ekkert það að segja við hverja þeir stunda viðskipti.
Þannig að það eru aðrir menn sem eru farnir að sýsla með okkar eigu og nýta þær til að skapa sér velvild meðal ákveðina þjóða og þá hunsa jafnvel aðrar. Og þá sem sagt okkar auður orðin gjaldmiðill í heiminum, án þess að við séum að græða á honum. Og þetta svona náttúrulega líka undir danskri stjórn og svo vitum við náttúrulega hvað gerist síðar, að hér hefur orðið til svona einhvers konar ómenning þar sem að ákveðin öfl í samfélaginu telja að þetta módel, þetta business módel, þetta sem ég vil kalla bara blóðsugumódel, eigi bara ríkja áfram. Og ég sjálf hefur umverulega aldrei barist fyrir neinu öðru heldur en réttlæti. Ég kalla sjálfa mig réttlætissinna og ég get eiginlega ekkert að því gert. Þetta svona, þetta svona, skulum segja, einhver ljóður á mínu fólki og því fólki sem ég kem frá, að standa bara ekkert á samum það að Íslendingar hafi raunverulega bara ekki í óendanlega langan tíma fengið að vera sjálfstæð þjóð í raun og veru. Það að segja, við köllum okkur sjálfstæða þjóð en við höfum ekki haft full veldi, það að segja fullt vald yfir okkur sjálfum síðan bara einhver tíman, þú veist, í eldhundgamla daga. Og afi minn, Héðinn Valdimarsson, sem var alþingismaður og athafnamaður og mjög flókin persóna, hann var bæði auðugustu maður landsins og svo barðist hann líka fyrir lítilmagnanum. Og þetta var náttúrulega svona þversögn í manni sem að var ýmist notað gegn honum eða honum til hrós eins og hentaði. Og Kveldúlsmálið, svo kallað, Kveldúlur er stærsta útgerðarfélag á Íslandi og það átti Tóri Jensen, danskur kaupmaður og synir hans og þegar að Kveldúlfur fer í gjaldþrotaskipti og átti ekki fyrir launum og fyrir fólkið sitt, þá spurði Héðinn Valdimarsson, afi minn, og það kemur nú kannski mörgum á óvart að hann hafi verið afi minn, það kemur mér jafn óvart að hann sé afi minn eins og fyrir hvern annan, af því hann auðvitað löngu dáinn, hann lést þegar móðir mín var 12 ára gömul, þannig að hann tilheyrir auðvitað allt öðrum heimi, en hann á Alþingi þá, fyrir meir en 100 árum síðan, hann spurði einfaldrar spurningar. Hvernig stendur á því að þessir menn eigi ekki fyrir útgjöldum sínum og af hverju á banki Íslendinga að fara að borga fyrir peninga sem eru horfnir? Og hann kallaði þetta í þá dagur alveg hryllilega gaman að lesa þessar deilur og afi kallaði þetta fjárflótta. Hvaðan flýr þetta fé sem er veitt hér á íslenskum miðum og allt í einu ekki til fé til að borga mönnum laun. En þá höfðu tórsararnir dregið sér fé. Þetta höfðu auðvitað lært af, ég meina, hann var Dani og hér höfðu Danir og Norðmenn farið svona með okkur endalaust og síðan hefur þetta orðið svolítið viðtekið í íslensku samfélagi og það var náttúrulega Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sem vörðu Kveldúlf á sínum tíma og afi í Alþýðuflokknum, hann var skammaður svo mikið fyrir þetta og rægður fyrir og ómarktækur gerður og var á endanum rekinn úr sínum eigin flokki. En þetta blóðsugu business model hefur bara haldist hér á Íslandi, allar götur síðan og svona þessi stemning að það að hafa gott af öðrum, að það sé orðin dálítil siðvenja í okkar samfélagi. Og þetta, já, við finnum það. Íslendingar eru alltaf að bjarga ríkisfyrirtækjum. Og af hverju erum við að bjarga ríkisfyrirtækjum endalaust? Af hverju peningar ríkissjóðs aldrei til að hjálpa almenningi beint? Og ég hef svona,
mín tilfinning að það sé einhvern veginn litið á landsins gæði, konur og börn hér á Íslandi og með við það réttarfar sem hér ríkir að það sé nú ekki svo slæmt að fara illa með konur, börn eða land. Ef það sé hægt að hafa gott af því, græða á því, njóta þess án þess að nokkur andmæli og ég hef svona allar áhyggjur af því að svona kjarninn í íslensku þjóðinni eða íslensku þjóðarsálinni sé dálítið eins og barn sem hefur verið sagt að þegja yfir því að einhver hafi verið vondur við það. Og þá kem ég að minni eigin sögu vegna þess að ég því miður varð fyrir því hremmingum sem barn að vera í tvígang fyrir 10 ára aldur í höndunum á barnanýðingum og foreldrar, eða sko mér var sagt að sko fyrsta skipti þá þetta þegar ég 4 ára gömul og þá mér rækilega sagt að þegja yfir því. Þannig að þú reyndir að segja frá? Nei, mér bara sagt að þegja, skilurðu, og tala ekki það meir. Og þessi innræting festir sig svo kerfilega í litlu barni að þegar ég verð fyrir þessu síðar, aðeins eldri, já, svona 1,5 ári eldri og það stendur yfir í nokkur ár, þá segi ég engum frá. Þá hlýði ég svo vel þeim fyrirmælum að ég megi bara ekki tala þennan hræðilega hlut sem hafi gerst á milli mín og þessa fræga manns, Björns Ólafssonar fiðluleikara, að þegar þetta gerist aftur, þá þori ég ekki að tala minn eigin sársauka. Og ég held að þetta sé svona atriði sem oft gleymist í umræðu þá sem lenda í barnanýðingum, það að ég verð að taka fram að ég álasa ekki mínum foreldrum fyrir. Ég fædd 1969 og ég ætla að láta liggja mig til hluta hvað gerðist en móðir mín þurfti að fara með mig til læknis af þessum sökum og enda mjög mikilvægt að fókus sé ekki á verknaðinn, hvað gerist og fókusin sé heldur ekki á gerandanum hvort hann sekur eða saklaus. Það sem að Íslendingar og við sem þjóð þurfum að beina fókusinum að það hvað verður barn sem lendir í slíku. Og í 7. þætti, Ólínu skjálana, þá tala ég einmitt dálítið það vegna þess að ég man vel hvað gerist, hvað kemur fyrir mann þegar einhver hefur meitt mann svo rosalega að það verður ákveðin viðskilnaður við líkamann sjálfan í litlu barni. Og hérna, ég ætlaði að segja þér með það að ég væri búin að fyrirgefa foreldrum minn, ég veit ekki hvað fólk átt að gera við svona í gamla daga. Börn eru væntanlega hugguð og svo eru þau bara beðin að hugsa ekki það meir. Það ekki eins og mér hafi verið skipað að þeir, ég alveg vissum að það var ekki, því þannig fólk voru foreldrar mínir ekki. En þau hafa beðið að vera ekki að hugsa þetta og tala ekki þetta og einhvern veginn verður svona meinvilla inn í barni eins og mér að ég megi þá bara ekki tala ef mér líður illa. Og þetta veit ég vegna þess að ég þekki mikið af fórnarlömbum kynferðislegs ofbeldis og reyndar konum sem hafa lent í barnanýðingum og við eigum þessa sögu sameiginlega og að þegja yfir sársauka okkar og ég vil benda á það að mér finnst vera einhver tengsl þarna á milli þess að þjóðin þegir yfir því ofbeldi sem hún beitt og ég byggi það á þeirri staðreind að kynferðisbrot gegn börnum hér á Íslandi eru mjög tíð, mjög alvarleg, mjög útbreidd og hafa verið langa hríð. Bara við höfum vitað það og ill meðferð á börnum á Íslandi í alvöru bara próblem. Við stöndum mjög aftarlega með við nágrannaþjóðir okkar og erum þar í hópi með löndum sem þykja vanþróaðar en við. Þannig að
ég vil leyfa mér að fullyrða að á þessu sviði séum við Íslendinga pínlítið kannski óþroskuð enn. Hvað varðar það hvernig við komum fram við börn í þessu landi, eins og þeirra tilfinningar og þeirra verund og bara líðan sé ekki marktæk. En já, við erum búin að tala í hálftíma. Sem gaman. Við förum illa með landið. Vistu það, kærasti minni fegin, hann segir stundum, elsku steinin mín, nú þarf ég hlé. Og þú mátt líka að segja það. Nei, ég skal axla þess að byrja að hlusta þig vegna þess að mér finnst það mjög áhugavert. Ok. Sem sagt, við förum illa með landið, við förum illa með börnin, við förum illa með konurnar og þar deilir þú, sem sagt, með okkur reynslu sem að... Nei, hér komin stemning að konur, börn og land sé eitthvað sem að hægt sé að græða á eða er farið illa með eitthvað þessu þrennu, þá eru litlar afleiðingar, skilurðu, blóðsugu hagkerfið og þetta blóðsugu hagkerfi er náttúrulega út allan heim og sko Ísland er lítil Epstein eyja. Ísland er lítil Epstein eyja. Já, og þess vegna kalla ég þetta ólínu skjölin vegna þess að það er mjög mikil duld sem ríkir á Íslandi kynferðismál og vanþróuð. Fyrir mig sem við búið í útlöndum, það er svona ákveðin svona misþroski Íslendingu þegar kemur af kynferðismálum. Einhver skrítin feimni, eitthvað skortur og hispursleysi, gríðarleg þögn, náttúrulega, og svo er nútíminn þannig að öll umræða kynlíf, kynferðismál og bara, hvað ég var að segja, bara sexuality, er mjög markað spegluð með rugli. Þannig að svona... það er afskaplega svona, ef við hugsaum ungt fólk, hvar á það að fá mynd af einhverju sem er innilegur, kærleikur eða ást? Hvert eiga þau að líta, þau börn? Hvað leiti til þess, Steinunn Ólína, að núna hugsaðu hingað og ekki lengra? Nú ætla ég að aðhafast, ég ætla að segja þessa sögu og ég ætla að hlusta á sögur annara kvenna því ég fylgst með því á Facebook síðunni þinni að það eru margar aðra konur sem er að tala við þig og væntanlega enn fleiri í einkaskilabóðum og tölvupóstum og einhverju svoleiðis. Já, fólk af öllum kynjum, skal ég segja. Fólk af öllum kynjum? Já. En af hverju núna? Sko, það varð bara dálítill atburður til þess að ég fór á stað. Fyrir 1,5 mánuði síðan þá var þessi hugmynd ekki til og það gerðist þannig að það er félagsskapur sem ég hef stutt dálítið félagsskapur sem að styður það að við mengum ekki frekar ár í þessu landi með sjókvíeldi. Og ég hef stutt þau að því leyti að ég hef deilt frá þeim greinum vegna þess að ég er mikil áhuga manneskja það að vernda þetta starfsheiti, þessa arfleið sem laxabóndi eða laxabóndakona og ég skal útskýra fyrir þér og eftir þú vilt vita af hverju. En það vildi þannig til að í auglýsingu frá þessu fyrirtæki var gerandi úr mínu lífi. Ég fór ekki að vinna svona neina sjálfsvinnu að miklu leyti fyrir svona það bil 3,5-4 árum síðan. Og þá ég við, ég hef alla ævi af því ég forréttindapíka, átti greiðan aðgang að geðlæknum, sálfræðingum og allir í svona þjónustu og ég hef sótt mér hana vegna þess að ég hef getað það, vegna þess að ég hef haft ráð á því. En þú veist náttúrulega að það er stór hluti þjóðurinnar sem bara kemst aldrei að hjá sálfræðingum og bara börnin að deyja áður þau fá tíma, að því svo langir eru biðlistar í þessu landi. Og þetta er auðvitað líka vitnisburður framkomu við fjölskyldur og börn í þessu landi að foreldrar
einstaklingar og börn í vanda fá ekki aðstoð. Já, við erum með stéttaskipta geðheilsu eftir efnahag, það er rétt. Já, bara miklu meir en það og ég sem er forréttindapíka, ég get tekið upp síman og hringt í lækna, skilur, og þeir svara. Ekki af því að ég sé sjúklingu númer 1 í þessu landi, heldur vegna þess að í efri stéttum þessa lands, þar lifir fólk bara allt öðru lífi heldur en almenningur í landinu og þetta veit ég vegna þess að ég hef bæði verið inn og úti og er það alltaf vegna mín starfa. En það breytir því ekki að réttlætistaugin í mér er alltaf svo sama. Og þú bara kemur einhver trigger þarna? Já, fyrir ekki að þú hjálpa mér að fara á réttan stað og ég sé sem sagt mynd af þessum geranda mínum og ég fór algjörlega á límingunum yfir þessu og svo jafnaði mig nú á þessu og nokkrum dögum síðar þá hitti ég vinkonu mína úr bransanum og mér fannst ofsalega gaman að hitta hana því að ég nýverið tekið að mér verkefni sem ég hlakka mikið til að gera með listamanni einhvern tímann næstu jól og þetta er svolítið skemmtilegt verkefni og gaman fyrir mig að hitta þessa kollegu mína og segja að vá hvað þetta verið gaman hjá okkur og við skulum skemmt okkur og þá tilkynnir hún mér í framhlaupi að þessi gerandi verði með í verkefninu og þá af því að ég er ekki í eðli mínu hefni gjörn og saga mín við þennan geranda er á þá leið að hann reðst á mig skyndilega fyrirvaralaust í Þjóðleikhúsinu eftir sýningu fyrir 25-30 árum síðan og kom fram vilja sínum við mig og stóð upp, girti sig og brosti til mín og þetta var maður sem ég var búin að þekkja frá því ég var lítil stúlka og þetta var vitanlega ég bara var mér mikið áfall, mér var svo brugðið vegna þess að þetta var maður sem ég var búin að þekkja frá því að ég var krakki. Og ég leysti málin þannig þá, Steinunn Ólína, tæplega 30, af því að mér hafði nú verið kennt að þegja og ég ætla nú samt ekki alveg að láta þetta yfir mig ganga að ég fór á fund þjóðleikhússtjórar sem var Stefán Baldursson og hann brást alveg rétt við. Hann bara sagði við mig, hvað viltu gera Steinunn, viltu kæra þig, viltu hvað og ég sagði, nei, ég ætla bara að tala við mannin sem ég gerði og hann baði mig fyrirgefningar og við sættumst. Já, þú segir við sættumst. Að ég hélt. Hélst. Já, ég hélt náttúrulega þá að ég geti bara ráðið við þetta og þetta yrði ekkert mál vegna þess að mér hafi verið kennt að þegja og reyndar formaður mínar allar dálítið veikar fyrir, við skulum segja, hæfileikaríkum mönnum og voru allar dálítið duglega líka við það að kannski þegja yfir löstum þeirra og ég held að þetta hafi nú verið bara svona borgarlega stemningin í Reykjavík og hún lifir hér enn góðu lífi. Við vitum alls konar fólk hvernig það fer að og lifir lífinu og efri stéttin grjót heldur kjafti yfir því að því það er henni þénanlegt og auðvaldinu líka. En ég sem sagt skrifaði þessu manni og sagði, mér var berast til eyrna að þú ættir að vera með í þessu, ég var búin að taka þetta að mér og nú ætlum ég að biðja þig um að víkja vegna þess að ég hef oft vikið þegar þú hefur verið einhvers staðar að vinna og það er hreina sagt, ég hef sagt mig frá verkefnum vegna þess að ég kæri mig ekki um að vera í hans návist og stundum hefur það verið þannig að hann hefur verið þar á þess að ég hef vitað af því og ég hef alveg umberið það en núna er ég hætt að bjóða mér upp á slíkt. Ég er bara orðin fullorðin og nenni ekki lengur að vera í félagsskap við fólk sem að ber enga virðingu fyrir öðrum. Vegna þess að meðferðin á mér var þetta taka, nýta, henda. Sem er dálítið það sem er stemningin hér á Íslandi. Við tökum eitthvað, nýtum það og svo bara hendum við því. Það koma hér einhver útlend fyrirtæki, þau koma að grafa einhverju hólur, byggja einhverju viðbjóðsleg fyrirtæki, allt fyrir á hausinn, skilja ruslið eftir. Og þetta er svona þessi stemning, þessi svona vægðarlausa stemning sem er orðin dálítið ríkjandi í okkur samfélagi að sumir hlutir séu bara einhvern veginn megin nota og nýta.
og megi þá, við megum þá öll svona einhvern veginn verið í því að svona hafa dálítið gott hvert og öðru og mér finnst þessi stemning hafa breiðst út og mér finnst hún alvarleg. Nema það að hann, þessi gerandi, hann brást ekki vel við þessari beiðni minni. Hann bað mig að skilja að hann og konan hans hefðu mist allt í hruninu. Já. Hann sagði mér að hann væri kominn á aldur og ég mátti skilja að hann hefði þá litla peninga á milli handanna og hann þyrfti þá verulega á þessu jobbi að halda. Og síðan svaraði hann með þessari klassísku setningu sem núna búið að stimpla inn í íslenska orðræðu, svona orðalag sem þýðir ekki neitt og særandi fyrir þá sem þola og gefur geranda eða þeim sem vill standa með geranda ákveðið niðurlægingar vald. Af því að hann endar bréf sitt til mín með orðunum: mér þykir leiðilegt að þetta hafi verið upplifun þín. Nú veit þessi maður að ég fór til þjóðleikhússtjóra. Nú veit hann að við áttum samtal. Og hann veit að ég var blá á marinn eftir hann. Og það vitnar mitt fjölskyldu fólk sem tók á móti mér þegar ég kom heim eftir þetta atvik. Að ég hafði barist við mannin. Þannig að, já, þessi setning, mér finnst leitt að þetta hafi verið upplifun þín. Og ég svaraði manninum tilbaka: þú ræður hvað þú gerir, hvort þú virðir óskir mínar eða ekki. Og svo skrifaði ég honum lýsingu, örstutta, því ekki tók þetta langan tíma. Vegna þess að nauðganir geta gerst mjög hratt. Þær geta gerst í einni svipan ef maðurinn margfalt stærri en konan, eins og var í þessu tilfelli. Og svo bara skrifaði ég honum hvað hefði gerst þarna til að minna hann á það og minna hann á það að ég hefði farið til þjóðleikhússtjóra og að ég hefði líka sagt öllum í leikhúsinu frá þessu sem gerðist, því það gerði ég. Ég lét vita þessu að því einhvers staðar inn í sjálfri mér vildi ég vara aðra við. Og það má heldur ekki gleymast, Björn, að mér þótti líka vænt mannin. Skilurðu? Og ég bar líka virðingu fyrir honum. Og það sem meira var að móðir mín hafði kennt honum í leiklistarskóla og því hafði ég þekkt hann alveg endalaust. Þannig að, og ég vildi ekkit að hann færi í fangelsi. Ég vildi ekkit eyðileggja líf hans. En allt í einu núna, 56 ára gömul, að fá þessar viðtökur var til þess að ég bara, hann alltaf blokkaði mig leið og ég var búin að senda þessi skilaboð. Og ég bara sagði við kærasta minn: heyrðu, veistu það, ég ætla bara að lesa frá skjóðunni, ég nenni þess ekki lengur. Nú ég búin að bera blaka vesalingum, búin að vera skálkum skjól frá því ég var 4 ára gömul og veistu, ég bara nenni þess ekki lengi. Og Gunni, kærasti minn, hann bara klappaði og sagði: gott hjá þið Steini mín, ég stiði alla leið. Þannig að svona var það nú að ég fór á stað með þessi ólínuskjöl. Mér var nóg boðið og ég var líka leið yfir því að falleg náttúruverndarsamtök sem ég stið heilsugar skildu óvart vera með þennan mann í auglýsingu hjá sér sem að mig langaði þá ekki til að deila og fyrir nú utan það, eins og ég var að segja, að þegar að fer að losa þegar maður fer að vinna sjálfsvinnu, þá breytist ýmislegt í líkama einhver sem hefur verið fastur í flight or fight allt lífið. Og ég hef haft hann vanan á í lífinu og ég hef lítið grátið, ég hef haldið hlutum fyrir mig
og svona, ég nú engin lognhattur eins og alþjóð veit og hávær með endemum og en ég hef í gegnum lífið fengið sko alveg óútskýrð bara brjálæðisköst, alveg frá ég var lítill krakki og þau eru nú guðsjulof heyra sögunni til en þegar maður farin að opna á alls konar hluti þá eru viðbragðskerfi manns allt í einu orðið eðlilegra og því fagnaði ég því að ég skildi brotna saman þegar ég sá af honum mynd vegna þess að það segir mér bara eitt sjálfa mig að mér farið að þykja píldi vænt mig skilurðu ég ekki bara alveg köld fyrir því sem kom fyrir mig lengur. Vinnan sem hefði í besta heimi allra heima átt að hefjast þegar varst 4 ára gömul. Nú er hún að og þess vegna sko finnst mér svo mikilvægt að við færum umræðuna frá verknaði, frá geranda yfir í afleiðingarnar og þá getum við ekki nota kerfislegt tungumál. Við verðum að leyfa fólki að tala frá eigin brjósti og við verðum að, og þessi sönnunarbyrði sem orðin á öllu, eða ekki hægt að sanna það, það ekki satt, hún mjög vond í þessum málum og þú veist, mér langar náttúrulega helst að fara fram á það að við bökkum bara aftur í Grágás þar sem það var bara útlegðar brottrekstur að brjóta konu eða brjóta barn og þá voru menn bara réttræpir í einhver ár og ef þau lifðu það af þá máttu þau koma tilbaka í siðmenntað samfélag en á Íslandi ekki siðmenntað samfélag við erum ekki siðmenntuð við erum frumstæð ennþá að þessu leyti. Já, þú segir að þú sett forréttinda píka og rökstuður það með þeim hætti sem þú hefur gert. En það ekki bæði böl og blessun að vera svo sem þú hefur verið? Heldur það hafi ekki... Nei, það búið að vera stór skemmtilegt að vera steinu nólina. Ég get alveg sagt þér það. Ég er svo heppin, Björn. Heldur það vegna þess að þú kemur af fólki sem stórt ábyrjandi og þú ferð inn í heim sem stór og ábyrjandi heldur að það kunna einhverju leyti að hafa verið bölðitt að Nei, blessun. Alltaf blessun. Sko mér nefnilega hefur fundist eins og þú rættir aðeins menningarmálin á Íslandi sem svona... Já, ég hef náttúrulega bara miklar áhyggjur af því að ríkistyrt menning sé of samofin auðvaldinu. Það að segja, mig skortir að sjá að, og nú ég að tala dálítið leikhúsið og bókmenntirnar, myndlistarmenn að vinna hörðum höndum að því að endurspegla sinn veruleika, en fá þeir einhverja athygli nánast enga. Einn og einn maður fær athygli og þá sérstaklega ef einhver ríkur útlendingur hefur tekið einhvern slíkan Íslending upp á arminn og gert heimsfrægan. En í bæði, við skulum segja, í kvikmyndunum, bókmyndunum, sjónvarpi og leikhúsi, finnst mér dálítið skort upp á það að menningarefni sé innan úr okkar tíma. Innan okkar samtíma vegna þess að listin hún ekki bara eitthvað upp á skraut hún hún býr til rödd fyrir það sem almenningur getur ekki sagt og þá ég ekki að segja allt leikhús við eitthvað pólitískt leikhús en samt sem áður þarf þetta að snerta það sem að fólk kemur ekki orð á og Íslendingar búa við kúgun og ofbeldi auðvaldsins á Íslandi og það eru vonandi engar fréttir fyrir þig, Björn minn. Nei, það engar fréttir fyrir mig. Þannig að, þannig að mig vantar menningarefni sem endurspeglar til dæmis heim fjölskyldna sem mist allt í hruninu. Mig vantar að sjá á listarsviðinu leikrit bæi sem fari í eyði þegar guggan siglir úr höfn. Mig vantar barnabækur fyrir börn sem læra að skilja hvað það erfitt oft fyrir foreldra eiga heim í þessu landi. Menning má ekki útþynnast bara fyrir markaðinn og hún má ekki bara heldur verði eitthvað bara svona þægilegt og auðvelt.
Hún þarf að veita líka áhörfundum og lesendum útrás fyrir það sem bærist innra með þeim. Af því að manneskja í einsemd með sína kvöl, hver sem svo hún eða einmannaleik, hún getur í gegnum skáldskap, í gegnum leikhús, í gegnum kvikmyndir og sjónvarp fundið sér samferða, fundið sér einhvern sem sér samferða og fundið að þeir eru ekki einir. Og mér finnst að hafa verið of mikill fókus á einstaklinga í listheiminum. Það er að segja að við séum að setja of mikinn fókus á frægð fólks og að gera okkur mjög mikið mat úr því í staðinn fyrir að listir Íslendingar sé að endurspegla okkar veruleika. Þannig að almenningur á Íslandi fái meira fyrir sinn snúð. Og ég blæs á það að Íslendingar séu ólæsir og börn á Íslandi get ekki lesið og Íslendingar séu hættir að lesa því séu svo latir eða tækni uppteknir eða hvaða nú Ég vil segja það bara að, fyrirgeðu, Björn. Ímyndaður og sett svona 20 stelpa sem lappar inn í Eymundsson. Hvað sér hún hérna á borðunum? Hún sér lærið að þekkja hundin og 10 hárgreiðslur og megrunabók og eitthvað svona og útsaumsbók og eitthvað svona drasl og svo eru svona 15 bækur eftir kallmenn. Og ég meina auðvitað eigum við fína rithöfunda og mér finnst nú allt í lagi að setja sveðjuna á þessa stráka. Ef þeir eru ekki meiri bóar en það, einhver kettling út í bæ skammið á, þá bara En þeir eru rosalega sjálfsuppteknir, þessir strákar í bókmenntaelítunni. Kannski vegna þess að þeir hafa lært að besta leiðin til þess að lifa að vera að skrifa ekki það sem að þyrfti að skrifa Það er það sem ég að brigsla þeim og þeir verða þá bara að útskýra það, af hverju þeir skrifa ekki okkar veruleika, af hverju þeir eru alltaf að skrifa sig, endalausar ævisögur sig, eða hvað þeir eru að hugsa, eða hvað þeir eru að sjá, eða hvað bara vasklasið á borðinu hjá þeim og fyrir mér eru þetta, þetta eru svona tegundabókmenntum, svona sjálfsæfi bókmenntir en alvöru bókmenntir horfa utan og inn og sjá bera kennsl á það sem betur má fara og geta oft komið auga á hið óséða, óræða sem einmitt falið í samfélaginu. Hræsnina, tvískinnungin sem við öll búum við hér. Já, og svo eru heldur ekki með nægilega sterka pressu til þess að Nei, ég meina, en það er auðvitað hluti af sama vandamálinu og pressan ekki styrt af nákvæmlega þessum ástæðum til þess að það sé aldrei farið ofan í sauman á nokkrum sköpuðum hlut. Við erum með ríkisútvarp og ríkissjónvarp með 20 mínútna fréttatíma á hverju kvöldi og elskar hún Jóhanna Vigdís sem búin að vera fréttamaður frá því að ég var barn og ég hugsaði daginn, ég hugsa býttu á hún að verða seinasti fréttamaðurinn hjá RÚV. Hvar nýliðun með fullri virðingu fyrir henni vitanlega? Ég meina hún búin að standa sína plikt á skjánum og frábær kona en okkur vantar að upplifa fréttamenn. Og þeir ungir harðir fréttamenn sem að spurja spurninga, þeir eru bara ekki að sjást hjá Ríkisútvarpinu. Og það sem verra að mér finnst þetta að vera orðið leiknar fréttir á RÚV. Þegar umræðum Evrópusambandið, þá kemur einn með ofsalega góða og svona vel undirbúna ræðum hvað það sé allt nú gott. Og svo svona tala við einhvern sem svona kannski aðeins minna ákveðin og talar að þetta sé bara ekkert gott. Þannig að það svona, og nú ég ekki að taka afstöðu til ESB. Fyrir mér það mál bara ég hef engan áhuga á þessu máli. Ég bara engan áhuga á þessu umræðu og ég held að Íslendingar ætta alveg að hætta að pæla í þessu. Við erum að fara kjósuna hvort við viljum að halda áfram umræðum eða ekki. Þannig að við getum bara hvílt okkur á þessu vegna þess að við ættum miklu frekar að vera að hugsa það. Hvernig landi viljum við búa í? Viljum við búa í landi sem verður bráðum bara stjórnað af Evrópu? Viljum við það? Eða viljum við freista þess að verða
einhvern tíman aftur fullvalda þjóð og þá ég að tala alveg í alvörunni. Og þá þurfum við að fara aftur í ræturnar samanber það hvernig þú hófst þitt tal. Já, pínulítið, já. Já, en sko þetta með pressun og krítikina. Ég meina þið getið ekki fjallað hluti, þið hafið ekki tíma og fjölmiðlar. En það líka þessi tíðarandi að sussa á þá sem augra, sussa á þá sem örfáu sem þóra þó að fjalla með gagnrýnum hættum. Já, ég meina þú veist bara síðan ég opnaði þessi ólínuskjöl þá hef ég nú fengið þessa gjammandi varðhundavillisingana yfir mig og það þú veist, ég tussa og tíðakvörum og ég veit hvað, það vill nú bara svo til Björn minn að svona snertir mig ekki. Og ég veit ekki hvort að þessu ágæta fólki sem að vil nota svona fúkirðaflum ljóst og þeim það greinilega ekki ljóst að þegar að fólk hnýtir saman einhverjum ókvæðis orðum og einhverjum orðum sem þeir halda særi kvenfólk og henda því frá sér þá þetta náttúrulega bara endurspeglun á sálarlífi viðkomandi. Ég meina það kemur mér ekkert við eitthvað rugl sem kemur út úr hausnum á einhverju fólki. Það er bara birtingamynd ástandsins sem í munni þess sem talar, vitanlega. Já, en það var eitt sem að ég orðaði ekki nógu vel áðan. Ég var að, sem sagt, við erum svona svolítið Hvernig má það vera út norrlendingur bara orða þetta alveg svakalega vel? Nei, af því að við erum að flakka svolítið á milli efna og sumt að því náttúrulega mjög viðkvæmt. En sko, mér datt bara í huga áðan að þegar, sem sagt, þegar þú verður fyrst fyrir kynferðisbrotunum að í sumum heimum þar sem að þekkt fólk að þar kunni viðbröðin að vera önnur heldur en í öðrum heimum þar sem að sé ekki verið að verja einhvers konar menningar elítulegt landslag eða hvað ég var að segja. Þannig að það var eiginlega spurningin sem ég ætlaði að bera upp við þig hvort þú kennir á sama tíma þú notið þess að vera þú og þú notið ákveðna forréttinda og það hafi verið blessunin, hvort það kunni líka í einhverjum tilvikum að hafa verið bölið þitt. Vitanlega. Sko, þegar maður ákveður að vera listamaður, þá gerir maður það ekki af því að maður heldur að þá sé framtíðin trygg. Nei. Maður gerir það vegna þess að maður getur ekkert annað. Og þess vegna ég líka pínlítið að deila á menningarelituna vegna þess að fyrir mér listamaður aðeins listamaður ef hann frjáls af skuldbindingum við þá sem að stýra því hverjir fá og hverjir ekki. Og jú, ég hef auðvitað rekið mig á í leikhúsinu og ég hef verið óþekktar ormur og ég sagði upp rétt rúmlega 30. Mér leið ekki vel í leikhúsinu eftir þetta. Það vildi svo til að ég var líka örþreytt. Ég var búin að leika bara búin að eiga sko stórkostlega glæsilegan feril í 13 ár, 14 ár og undir handleiðslu fyrst Gísla Alfreðssonar og svo Stefáns Baldurssonar sem var frábær og besti leikhússtjóri sem við enn átt. Og að mínu mati hvað var þar listrænt sjálfstæði og vogað efnisval og það var náttúrulega á þeim tíma hreinn lúxus að fá að vinna í Þjóðleikhúsinu og vera þar og Björn, fyrir listamenn þá listin sjálf svo mikið athvarf og ég væri ekki svo manneski í dag ef ég ekki orðið leikkonu og ég hefði fengið svona mikla útrás á sviðinu við að syngja og leika og dansa og svona mikið eins og ég gerði vegna þess að stóran hluta lífsins var ég bara ekkert ég sjálf. Ég gat bara verið einhver persóna og leikið hana og liðið mjög vel í henni vegna þess að leikarar, góðir leikarar, þeir gleyma sér í því sem þeir eru að gera og það hvíld í því og þetta vita líka þeir sem spila á hljóðfæri, það spila þú bara og þegar maður hefur æft hljóðfæri og það gaman að æfa eitthvað verk, eitthvað lag, hvort sem maður að syngja eða spila píónu eða hvað það nú það geta liðið klukkutímar og maður bara, hvert fór ég?
og maður endurnærður. Maður bara eins og maður hafi sko bara, þú veist, einhver hafi pumpað í mann gleði og hamingju sko. Þannig að þetta er tvíbent. Þetta er tvíbent og en ég var nefnilega heppin. Ég var heppin bæði af því að ég var svo ung þegar ég fór utan til náms. Þar sem ég var í mjög ströngum og erfiðum leiklistaskóla og fekk alveg frábæra menntun og fekk líka kynnast dálítið öðruvísi menningarheiminn á Íslandi. Miklu kurteisari strákum. Ekki þessi íslenski ruddaskapur. Og þá er ég ekki að tala ég var ekki í neinum skóla þar sem voru einhverju svona British Lords, þetta var bara alls konar lið, skilurðu, bara, þú veist, Hockneys og bara allstaðar af landinu, þetta var allar stéttir. En ég tók eftir því í Bretlandi og ég byrjaði í skóla 17 ára gömul í Bretlandi, að þetta var allt annað umhverfi heldur en ég hafði alist upp við á Íslandi. Það sem að, það var svona svolítið önnur stemning á milli kynjanna, skilurðu. En leikhúslífið hefur verið alls konar, en ég meina ég lít svo á, Björn, að þrátt fyrir þær hremmingar sem ég hef lent í sem kona og þó að ég sé landsfræg leikkona, þá er mín saga bara eins og sögur svo ótalmargra kvenna á Íslandi. Og ég ætla að segja ykkur það hér, að nú eru bara 2 þættir eftir Ólínu skjölunum og það verður annar hluti Ólínu skjalana, sem er þá tímabilið eftir tvítugt. Já, þetta er rosalega spennandi en ógnvænlegt í senn. Allir sem eru að hlusta á okkur núna eða horfa á okkur eru að spyrja sig einnar spurningar. Hver er þessi maður í Þjóðleikhúsinu sem nauðgaði þér? Þú varst 29 ára gömul. Myndu segja það. Og ekki hér og nú, ég er ekki beðið það, heldur bara myndu segja það berum orðum síðar. Já, ég mun að öllum líkindum gera það. Vegna þess að mér blöskruðu svo viðbröðans. Já. Ef þetta hefði verið auðfengið og hann hefði sagt bara, já, Steina mín, ég skal ekki vera með í þessu. Þá hefði ég sennilega ekki farið af stað. En viðbröð hans sýndu mér eitt sem ég get ekki hort undan að sjá. Að hann sér ekki glæpinn. Og þá stend ég frammi fyrir blindu sem ég ræð ekki við. Vegna þess að ég er sanngjörn manneskja. Og ég veit að fólki getur orðið á. Þetta var harkalegt og kom mér í opna skjöldu, eins og ég sagði þér. En ég er líka þeirra skoðunar að fólk eigi að fá að vera til, þótt að brjóti af sér. En ég hef líka sagt að það að þegja getur verið mjög hættulegt. Og ég held að í mínu tilfelli hafi ég í gegnum lífið óþarflega oft verið skálkum skjól. Ekki af því að ég held ekki að þetta væri alvarlegt, heldur einfaldlega vegna þess að í þeim tilfellum þar sem ég var þolandi, þá var þessi innræting inn í mér frá því að ég er barn. Að ég eigi ekki að tala mína þjáningu. Og kannski til þess að útskýra þetta aðeins betur, að þegar ég er 14 ára gömul þá segi ég mömmu minni frá þessu. Sem sagt frá barnaníðing 2, skulum kalla hann barnaníðing 2.
Og móðir mín vitanlega brotnaði saman, eyðilögð. Og ég sá strax hræðilega eftir því að hafa sagt henni þetta. Og ég varð algjörlega miður mín yfir því hvað hún varð leið. Hvað hún var leið yfir því að hafa brugðist mér. Skilurðu? Og það er þetta sem gerist innan í barninu sem er svo alvarlegt. Og foreldrarnir, og nú man ég náttúrulega bara viðbrögð móður minnar þarna, en ég hugsa mörg börn sem segja frá, fái þessi viðbrögð frá foreldri. Að foreldrinu bregður við, þetta er vel almennilegt fólk sem við skulum nú gefa okkur að sé langt flestir, barn sem kemur heim með svona sögu, viðbrögð foreldra, eða lagi með þau, eru auðvitað sjokk og örugglega mjög hörð viðbrögð, skilurðu. Og í mínu tilfelli fór móðir mín að gráta, svo ég vorkenndinni og ákvað bara að reyna að laga allt og hafa hana góða og bara, við þurfum ekki að tala þetta er allt í lagi með mig og bara gera gott úr hlutunum. Og þá náttúrulega dettur niður allt það að ég fá einhverja aðstoð við þetta, skilurðu, og svo bara gleymist þetta. En viðbrögð foreldra hef ég heyrt frá öðrum er það að foreldrar reiðast umsvifalaust eða barnið segir þetta, hver gerði þetta, hvar er hann, hvernig hefur að gera þetta og þá fyrir svo mikið bræði og sko fókus á gerandan að barnið verður ósýnilegt í harmleiknum sínum. Skilurðu mig? Já, þá ertu komin aftur heim til uppásorða en... Já. Og þetta er próblemi, þess vegna er ég nú að leggja í þessa vegferð að tala aðeins þetta, ekki til að hefna mín á einum eða neinum, heldur til að opna og afhjúpa kúltúr sem er dálítið hættulegur. Og þetta er bara, barnaníð er number one problem á Íslandi, þetta er barnaníðingaparadís, því miður. Og gerendur eru verndaðir, gerendur af báðum kynjum eru verndaðir í þessu samfélagi og þetta tegir sig inn í allar stéttir þjóðfélagsins og í störfum mínu sem blaðamaður fyrir Kvennablaðið þá fékk ég náttúrulega vitneskju alls kyns hluti sem ég get aldrei haft eftir. Og núna eru mér líka að berast sögur sem eru þannig að ég geta ekki haft þær eftir. En það er fólksins sjálfs að fá kjarkinn og tala og ég er kannski að vona með því að nota á mig fjesið sem er landsþekkt að það geti orðið til þess að fleiri tali svo við fáum að sjá hvernig valdastrúktúrinn í þessu landi raunverulega er. Vegna þess að hann er ekki bara tengdur fjárhagslegum flækjuböndum og þessar, hann er líka bundinn tilfinningarlegum, kynferðislegum og svona, svona ómórölskum böndum og er ég engin móralisti, skilurðu, Björn? Nei. En ég er móralisti þegar kemur að því þegar að þess er ekki gætt að börn njóti verndar og að því miður held ég að þessi þjóðarsjúkdómur þögn, hann leggist verr á konur en karlmenn, þetta er bara teóría. Vegna þess að ég held að kvenkynnið bara vegna þess að við fæðumst með 1.000.000 egg og við erum nú bara dýr í náttúrunni sem eigum að halda áfram þessu mannkynni, skilurðu. Þá erum við líka með innbyggða inn í okkur ábyrgð fyrir lífi. Af því að við bara, það er bara einfalt þannig að við erum kynið sem getum búið til, haldið lífi og látið það vaxa og dafna inn í okkur og það fæðist bókstaflega út úr okkur. Og í öllum kvendýrum er innbyggður þessi mekanismi að ala önn fyrir því smáa, því litla, því nýja, því viðkvæma og ég er hrædd að þjóðarsjúkdómurinn þögn leggist harðar á kvenfólk hér en karlmenn
og það sé í alvöru raunverulegt vandamál. Já. Og þetta hefur ekkert með kvenréttindi, þú veist, ég held að við skulum ekki fara þangað. Núna þurfum við aðeins að hugsa það sem þjóð, hvort að okkur ber ekki réttlæti loksins á fleirum en einum stað. Já. Ég vona svo verði og ég þakka þér kærlega Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir fyrir að koma hér og þakka þér, Björn. Og ræða við mig með opinskáum hætti um þessi mál. Ég er að melta sumt ennþá á því sem þú varst að segja. Var ég algjörlega óskiljanlega? Nei, alls ekki. Ég þarf að horfa og hlusta á þetta. Það er þetta var handlegur. Handlegur, já. Já. En hefur ekki bara komið út og fá síkó eða hvað? Ég er að reyna að hætta. Já, ég er enn að veipa, sko. Heyrðu, ég fattaði eitt daginn. Já. Ég er nefnilega búin að hugsa mikið út í þetta með nikotínfíknina. Já. Nú hættum við bæði að drekka fyrir 100 árum. Já, réttir það. Og ég segi alltaf að þetta er eina skynsamlega sem ég hef gert dagana. Já. Og það náttúrulega kannski gleymist inn í allir þessari umræðu að, við skulum segja, svona hlýlegt tillit fólk til áfengisdrykki á Íslandi er kannski aðeins svo mikið. og ég er ekki áfengispostuli og mér er alveg sama átt að fólk drekki sitt vín. En við sjáum til dæmis í nýlugu máli þar sem að öskur drukkin maður ryðst inn á heimili fyrirverandi samstarfskonu og er svo illa áttaður að hann dettur barn og kemur við kynfæri þess og nú er lögmaður þessa sama manns að krefjast griða fyrir þennan geranda. Við getum bara ekkert afsakað endalaust alla hluti með brennivíni, krakkar. Og ef að brennivín er líka orðið afsökun fyrir kynferðisbrotum, þá er þetta ekki gott vegna þess að við drekkum allt of mikið brennivín og við vitum að allt of mikið ofbeldi á sér stað undir áhrifum áfengis. Við vitum að allt of mikið af börnum búa við það að foreldrar þeirra drekki of mikið. Ég veit alveg hvað þetta er. Ég drakk og sukkaði eins og skepna, Björn. Ég er ekki að þykjast vera einhver fermingastúlka, Nei, þú veist, I've done it all, og alveg. En ég er að segja að áfengisbölið er böl á þessari þjóð og ég held að þjóðin ætti að snúa sér af skemmtilegri efnum og kannski borða bara það sem vex hér út í náttúrunni frekar. Já, ég ætla að fá mér kaffi, þú ætlar að veipa. Á ég þá bara að vera ein hérna? Nei, ég geti talað í allan dag, það þarf að setja á mig múl. Eru til kvennmúlar? Ætla ég fá það í ástund, hvað heldurðu? Ástund, kvennmúlarnir komnir, Steinunnar, ólínumúlarnir. Kæra þakki fyrir komuna. Mér langaði svo að segja mig veipið. Já. Það var náttúrulega reykt með mig á meðgöngu. Já. Þetta er bara, mér langar að segja þetta við þá sem er á þeirri kynslu að það var reykt með það á meðgöngunni. Já. Og það er ekki að því að mamma mín var vond, bara konum vissi ekki betur. Og ég nefnilega verið búin að vera að spá þetta með fíknina, að ég get ekki vanið með þessu. Og ég fór að hugsa, Steinunn, og nú er ég hætt að reykja, skilur í stelstundum í síkó og svona. Og ef að við vorum með nikotín með okkur alla meðgönguna, ef að nikotín var inn í kerfin okkar allan tíma sem við erum að vaxa úr grasi, þá erum við náttúrulega nikotín. Þá er nikotín þitt. Nei, þá erum við að hluta nikotín þegar við fæðumst. Já. Þannig að núna reyni ég að líta á þetta þannig að ég er ekki að sem sagt, þetta er ekki fíkn, ég er að uppfylla þörf sem er í Steinunni. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
spillingunni yfir í mannréttindi. Mörgum brá í síðustu viku þegar Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, baðst vægðar undan regnbogatáknum. Varasöm sem þau geta nú verið, lyklakippum og öðru slíkum eða regnbogum innan grunnskólastofnana og orðans hafa svo sannlega vakið bylgju viðbragða og ekki í fyrsta skipti. Og ég fikk tölvupóst á föstudaginn, ég og barn þar, barn í Hagaskóla, tölvupóst frá Hagaskóla þar sem að var augljóslega beint viðbragð að ræða við ummælum Snorra og það eru komin 2 gestir, sennilega munu þeir kannski segja ég nenni ekki að ræða Snorra sérstaklega, það bregðast endilega við ummælum Snorra en hvernig sem þau kjósa að hafa það, þá eru komin 2 gestir til að ræða mannréttindi og hvað það kannski kostar að þeir alltaf að líta undan. Annar aðstoðar skólastjóri Hagaskóla, Sigríður Nanna Heimisdóttir, vertu velkomin. Takk. Og Viðar Eggertsson, leikari með meiru, vertu velkomin. Takk. Sko, ég ætla að byrja á þér, Sigríður Nanna, að þú sagðir við mig þegar ég baði að koma að þú værir ekki hér hingað komin sérstaklega til þess að fara að rífast við Snorra, en þú væri til í að ræða mannréttindi. Og af hverju sem sagt mikilvægt að ræða mannréttindi, af hverju sendi Hagaskóli tölvupóstinn sem sendu var á föstudaginn, af hverju má ekki Snorri bara hafa sína skoðun og segja þetta svo leiðilegt, það alltaf svo mikið bylgja, alltaf þetta venjulega fólk með venjulega kynhneigð, það er alltaf bara árás á það sé alltaf verið að óta einhverju að okkur, af hverju þurfum við að ræða málið? Sko, í sambandi við tölvupóstinn, þá við sendum hann, það hafði verið fræðsla í vikunni fyrir foreldra. Þannig að þetta var svona áttir sig kannski aðeins lengri aðdraganda, ekki bara svar við ummælum Snorra. Og við höfum lagt mikla áherslu á það í Hagaskóla, við erum alltaf svona stór unglingaskóli, að bara öll börn séu örugg og þeim líði vel í skólanum. Og þetta bara eitthvað svona sem búið að vera lengi í Hagaskóla og í flestum grunnskólum tel ég. Málflutningur eins og að gera hinsegin fánan tortryggilegan, hann mjög alvarlegur og það verður einhvern veginn að bregðast við því. Þetta hefur áhrif á, og fyrir okkur sem vinnum í skólum, þá snýst þetta ekki kannski okkur eða hvað okkur finnst, en þetta hefur svona bein áhrif á hinsegin ungmenni og hinsegin börn og þá getur maður einhvern veginn ekki annað en sagt eitthvað og gert eitthvað og það svona okkar skylda í Hagaskóla og þú veist, og það líka bara þannig að við vinnum hjá Reykjavíkurborg og það er mannréttindastefna Reykjavíkurborgar, það eru jafnréttislög, það aðalnámskrá og það svo margt, það bara alls staðar okkur ber skylda að tala hinsegin mál, gera hinseginleikann sýnilegan og það hlutverk okkar í grunnskólanum og við tökum það mjög alvarlega og okkur finnst þetta þetta snýst bara velferð og stundum líf barna. Já. Þannig að við erum svolítið dramatísk og okkur finnst þetta mjög alvarlegt mál. Þið nefndi að þetta ekki fyrsta skipti sem að þessi tiltekni þingmaður, varaformaður Miðflokksins, talar með þeim hætti sem hann gerir. Hefurðu áður fundið fyrir því þegar koma einhverja svona ögrænir inn í umræðuna að nemendum líði verr en alltaf? Ég kannski get ekki sagt að ég merki það, en við merkjum náttúrulega bara breytingu á orðræðu og við merkjum, sko, ég ekki með rannsóknir fyrir fram að mig, en við þetta allt svona tilfinning og eitthvað sem maður sér og skynjar og ég byrjaði að vinna í Hagaskóla fyrir 8 árum og það var rosa svona mikið og virt svona bara hinsegin líf í skólanum og okkur finnst að hafa eitthvað neginn svona aðeins breyst og við höfum til dæmis við vorum að fá regnbogavottun og við ræddum það svolítið stjórnendateymi fyrir ári og við hefum búið að taka smá tíma að svona setja þetta á dagskrá hjá okkur og við hugsaðum sko fyrir einhverjum árum hefði maður hugsað þurfum við endilega regnbogavottun sko við erum bara með þetta algjörlega á hreinu hér
En okkur finnst bara færri börn koma út úr skápnum, þetta meiri feluleikur, þau eru óöruggari. Þannig að okkur finnst bara aldrei hafa verið jafn mikið svona tilefni til að svona lyfta þessu málefnum. Og með tölvupóstunum voru þið bara brýna foreldra til þess að tala kærleikan og umburðarlyndið. Já. Og það svona, okkur finnst það að vera hlutverk okkar að svona með öðrum hlutverkum. Já. Við erum mjög svolítið sláandi að heyra Sigríði tala að það séu þegar áhrif af einhverju sem við getum kallað bakslag, að krakkarnir séu svona leitið aðeins inn í skuggan. Þú hefur nú heldur betur lifað tíman að tvenna í þessu öllu. Ég játa, ég hef lifað. Þú játar það? Já. Þú getur ekki annað. En mér finnst þetta mjög sláandi sem að Sigríður að segja, vegna þess að það það sem markmiðið með þessari orðræðu frá þingmanninum og hans stjórnmálaflokki að skapa óreiðu, að skapa vantraust, að skapa mannlíðan. Og þó það beinist ekki beint að Hagaskóla eða einhverjum ákveðnum skóla, þá talar þetta inn í samfélagið og börnin sitja við eldhúsborðið með foreldri sínum og snæða kvöldverð og allt í einu orðið leyfilegt og sjálfsagt að tala eins og hann. Og börn heyra það og fara síðan í skólan og finna sér jafnvel fórnarlamb til að níðast á af því að það má. Það þetta sem svo hættulegt. Það þessi lýðskurums orðræða, því að þetta ekkert annað en það að dorga í gruggum polli til að veiða fiska. Og það eru óheiðarlegustu vinnubrögð og veiðibrögð sem til eru í samfélaginu, það að fara þessa leið og skapa þessa úlfúð, skapa þetta óöryggi, finna sér alltaf eitthvað minni háttar til að níðast á. Ég meina skólayfirvöld hafa í gegnum tíðina verið að passa upp á það að sé friður á skólaleikvellinum í frímínútum, það verði enginn fyrir áreiti, það verði enginn út undan. Þetta vinnur gegn þeim markmiðum. Það að búa til þjóðfélag þar sem við finnum alltaf einhvern aumingja til að níðast á. Einhvern sem við teljum að séu minna virði en við sjálf og að það sé honum að kenna ef mér líður illa. Þetta mjög pólitísk ákveðin lýðskurums umræða sem hættuleg. Hún beinist í þessu tilviki núna að skólum. Hún mun einn daginn beinast einhverjum öðrum. Hún hefur beinst að innflytjendum, hún hefur beinst bara að útlendingum. Einu sinni var öryrkja hnappur, við áttum að tilkynna öryrkja sem okkur grunnaði að vera svindl á kerfinu. Já, og svo frá mig, það alltaf verið að búa til einhverja aðra. Öryrkjar eða fá ekki nóg af því að það einhverju útlendingar sem eru komnir í landið. Einhvern tíma spurði ég konu sem sagði að það þyrfti að reka þennan burt og ég sagði áttu þá vona á ellilífeyriðinn hækki sem því nemur. Hún gat nú ekki svara því. Það alltaf verið að búa til þau og við. Og þau eru alltaf einhverjir sem eru í minnihlutahópum, einhverjir sem standa höllum fæti, einhverjir sem eru í veikri stöðu. Því að það mjög gamalkunnugt að meðan þú getur látið aumingjana út á gólfinu, þegnana berjast innbyrðis, þá rísa þeir ekki gegn valdinu. Þeir slást bitana á gólfinu en þeir fara ekki fram á kræsingarnar á þínu háborði. Og þetta bara hluta því. Maðurinn bara hreinlega að vinna í þessum málum, að búa til svona ósætti innan samfélagsins. Og það sem besta að til þess að geta búið til þetta ósætti þarf að níðast á jaðarsettu fólki. Og þegar þú segir hann sé að fiska í gruggu vatni, ertu þá að vísa til þess að hann sé að róa á þeim miðum að
ég veit ekki hvað við getum leikið okkur með 15, 20, 25% þjóðarinnar séu einhvern veginn þannig bitur að það snúi eitthvað á hvolf í hausnum á þeim og þau séu móttækileg fyrir hattursorðræði. Það er alltaf til fólk sem að vill ekki horfast í augu við það að það standi höllum fæti heldur pinnur einhvern sem stendur ver og ræðst á honum. Þetta er alveg þekkt í dýraríkinu, þetta er þekkt allstaðar. Og það eru ákveðin öfl í samfélaginu, stjórnmálamenn eða stjórnmálaflokkar sem sjá sér hag í þessu. Við höfum séð þetta gerast í þjóðríkjum í gegnum tíðina. Þetta er ekkert nýtt. Þetta rís alltaf öðru hverju upp í heiminum. Nema við erum í dag væntanlega orðin pínulítið upplýstari og ættum að þekkja merkin og þekkja líka tilgangin og þekkja þessa frumstæðu hvatir valdamanna sem vilja fara þessa leið. Við höfum séð það hefur verið að gerast í Bandaríkjunum, það var að gerast í Ungverjalandi, það hefur verið að gerast núna í Búlgaríu og svo fleiri löndum. Þar sem að það hefur verið að ráðast af þeim sem standa í veikri stöðu og gera þau að blóra böglum óhamingjunar. Ef að stjórnvöld gera þetta, þá eru þau að firra sig ábyrgð og því að þau hafi skapað óréttlátt samfélag. Þau eru að búa til einhverja jaðarsett og hópa til að allir beini spjótu sínum að þetta er sama á Davíð Oddsson talaði á sínum tíma sem smjörklípu. Ef eitthvað alvarlegt er að þá búðu til smjörklípu einhvers staðar og láttu alla beina augum sínum að því. Beina augum sínum að því að það sé einhverjir regnbogapánar til að styrkja sjálfsmynd ungmennar sem að standa höllum fæti. Að fara að beina spjótu sínum þangað. Já, gera þetta tortryggilegt. Það tortryggilegt sér til að upphefja sjálfa sig. Ég meina, ég hef engan áhuga á þessum þingmanni yfir höfuðin, ég er hans flokki, en ég óttast. Ég óttast að þegar byrjað í gruggu vatni að það sem að vatnið er hreinna, þá tekst þetta líka vera gjaldgeng aðferð. Þar byrjar það og það er það sem það byrjaði til dæmis í nasismannum í Þýskalandi. Þetta var smáhreyfing sem smátt og smátt var stærri og sterkari og endaði með hræðilegum útrýmingabúðum víða Evrópu. Ég ætla einmitt síðar í þættinum að biðja þig við að lesa upp færslu á Facebook sem kemur inn á þetta. Mér langaði bara því við erum að hugsa mannréttindi að við erum eins og í skólum. Þá erum við með við erum alltaf að reyna að hugsa öryggi eins og ég er búin að vera að tala og við höfum verið að passa nemendur og verið með eineltis áætlanir. Við höfum verið að bara gæta því að allir geti verið öryggir í skólanum og það er ekki bara verið að því það er svolítið verið að kasta þessu svona upp eins og að samtökin 78 eru með fræðslu alltaf hjá okkur í 9. bekk að það sé verið að hleypa inn þessum félagsamtökum en ekki hinum en það er bara þannig að það er svona það bara er stór svona forvarnar áætlun sem við erum með og það er bara verið að huga að bara eins og við bara reynum að hugsa svona alla flóruna. Við erum með eineltisstefnu, við erum með bara ótrúlega öfluga þjónustu hvað varðar geðheilbrigðismál og svona þjónustu með líðan, farsældarlögin koma þar sterk inn og inn í öllu þessu starfi sem við erum að gera erum við með þennan sýnileika á hinsegin táknum eða regnboganum. Og mér finnst aldrei svona langt seilst að gera það tortryggilegt. Við munum bara ítreka það af því að við erum að og ég hugsa bara svona, mér finnst svo skrítið að það sé gert eitthvað svona eins og það sé sérstakt eða skrítið að fólk noti lyklabönd eða það séu fánar hér og þar af því að regnbogatáknið er tákn fjölbreytileika, tákn bara eitthvað svona samhljóm. Við erum bara öll velkomin hér. Þannig að, og ég man líka bara þegar ég var að byrja að vinna, ég var að vinna áður í svona yngri barnaskóla, fór svo að vinna í svona stórum unglingaskóla og það var alls konar svona nýtt sem ég heyriði, bara hvaða persónufornöfn börn voru að nota, börn voru að skilgreina sig eða unglingarnir á einhvern hátt og ég man, ég var alveg svona, ég þurfti alveg svona, já, þetta er svona eitthvað nýtt fyrir mér.
Og ég man að það kom svona sterkt yfir mig að nú komin tími fyrir mig að hlusta. Ég ætla að hlusta og ég ætla ekki að hafa skoðun á öllu. Nei. Ég ætla ekki að kommenta á allt, ég ætla að hlusta og ég ætla að reyna bara að skilja. Og það er eitthvað sem ég er búin að vera að hugsa með samfélagið, að stundum þarf maður bara svona aðeins að doka við og hlusta meira. Og ég og eins og við núna að tala, segja hvað okkur finnst. En það var eitthvað svona, ég man eftir þessari tilfinningu, af því að það er náttúrulega bara, það kemur náttúrulega rosa svona mikil að bylgja því að við erum að vanda okkur. Bara það er kynrænt sjálfræði, við erum að passa okkur að nota rétt fornöfn og við erum að bara nota svona kynhlutlaust tungumál og þetta er bara búið að vera að gerast á undanförnum árum. Og ég held einhvern veginn bara að við værum komin miklu lengra. Þannig að þetta er einhvern veginn svona svo svar við því að það hafi einhvern veginn komið svolítið svona, við komum svona vel að stað og það er eins og sé að vera aðeins að kýla þetta bara niður aftur, aðeins að stoppa þróunina. Ég held líka að þeir sem að fylgja Snorra að málum og maður hefur nú verið að svona skoða ýmsa afkima internetsins, það eru svo sem ansi skuggarlegar búblur þarna innan sem eru með mjög ógeðslega orðræðu, bara svo ég lýsi þeirri skoðum minn á því. Ekki mjög góður í íslensku, þetta er svona þeir sem vilja Íslandi allt. En sko ég held að það myndi koma þeim stórkostlega óvart og ég vona þeir heyri í þér að sýnileiki hinsegin fólks sé heldur að minnka vegna þess að ég held að þeir séu alltaf að tjá sig þannig að þeir sjáu nú orðið ekki neitt annað en hinsegin fólk og þeir eru augljóslega hrættir að það sé hægt að homma nemendur og lessa nemendur og koma bara frá fólk frá gagnkynhneigð yfir í aðrar áttir. Ég heyrði svolítið fyndið það var eitthvað sem, að því það er oft svona danskur fáni inn í dönsku stofunum í skólum, hvort að við getum einhvern veginn gert börnin dönsk, það var svona hæling. Nei, bara svona. Já, er það því. Já, en sko, ég vildi að ég hefði verið í Hagaskóla þegar ég var ungur. Það hefur orðið svo mikið framför og það er svo sorglegt þegar að kemur þetta sem ég finnst vera bakslag. En bakslag, það sem framfarir eru, það er alltaf hætta á bakslagi. Það er alltaf einhver öfl sem munu vinna gegn framförum, sem finnast framfarir ekki vera framfarir heldur afturför. Og það er það sem við þurfum alltaf að setja inn í þarfagreininguna þegar við vinnum verkefni, það er hvað getur komið á móti. Sko þegar að þú varst að minnast á hvað ég væri orðin gamall og þroskaður og ég hef búið að taka mér óbúslega mörg ára að verða þetta. Marga fjörum og sopið. Sko þegar ég er á þessum aldri, ég var ekki í Hagaskóla, ég var bara í öðrum skóla út á landi, að þá þurfti maður sjálfur að byggja upp varnirnar. Af því að það var ekkert form til og það var engin hugmyndafræði og það var engin hugsun að það væri til einhver nefnandi öðruvísin aðrir. Þannig að maður bara kom sér upp ákveðnum vörnum. Maður kom sér, ég lærði það strax á vöggustofu að verða trúður og vera svo skemmtilegi. Það var svolítið erfitt að ráðast á þennan skemmtilega sem allir var svo skemmtilegur. En það er öll börn sem hafa slík verkfæri í verkfærakistunni sinni. Þau verða að geta treyst því að samfélagi sem búa í, hvernig sem þau eru sjálf að upplagi, að það passi upp á að þau skaðist ekki í því umhverfi. Og að halda líka upplýsingu áfram því að upplýsingin er ekki bara fyrir barnið sem er öðruvísi, það er líka fyrir hinbörnin. Að læra að búa í samfélagi, læra að skilja aðrar manneskjur og taka tillit til þeirra. Bera virðingu fyrir öðru fólki. Þannig að þetta er svo merkilegt þessi vitundavakning sem eru orðið innan skólakerfisins að ég má ekki til þess hugsa að hún hverfi tilbaka því að hún hjálpar ekki bara hinsegin börnunum, hún hjálpar öllum börnum. Já, ég sammála því.
öllum börnum og þess vegna það gott fyrir alla foreldra að senda börn sín í skóla eins og Hagaskóla. Og fleiri. Og fleiri skóla. Ég tek sér dæmi, ég kalla núna alla góða skóla Hagaskóla. Það nafn mitt samnefnarið yfir góða skóla. En segðu okkur, svo ég taki nú yfir hérna smá, í hverju regnbogavottun fólkin? Já, sko hún fólkin í því, sko Reykjavíkurborg býður öllum stofnunum upp á þetta sem eru hérna sem eru undir Reykjavíkurborg, skólum og grunnskólum og félagsmiðstöðum og hérna við fengum fræðslu, það hérna 4,5 klukkustund af fræðsla sem dreifist yfir skólaárið fyrir allt starfsfólk og bara, við erum búin að fá fræðslu alltaf, við starfsfólkið bara, reglulega gegnum árin, en þetta var svona alveg maður getur alltaf, það alltaf gott að rifja upp og svo í kjölfari gerum við aðgerðar áætlun bara með aðstoð frá Reykjavíkurborg og svo það þannig að við gerum aðgerðar áætlun og í aðgerðar áætlunni það bara hvaða aðgerðir ætlum við að vera með til að passa sýnileika eða hinseginleikan og það til dæmis var ein aðgerð bara það að vera með fræðslu fyrir alla nemendur í 9. bekk á vegum samtakana, alltaf árlega. Við erum með fræðslu fyrir foreldra. Við ætlum að draga fram, við erum líka svolítið búin að vera að skoða bara hvernig hinseginleikin birtist í bókum og skáldsögum og við erum líka svona að ræða það ólík svona fjölskylduform, hafa allar svona skráningar kynhlautlausar, þannig að það eru forráðamenn en ekki mamma og pappi og þetta bara alls konar svona hluti sem við erum bara öll Ætti það ekki að vera forráða fólk? Jú, það ekki, en það betra öll menn sko. En inn í þessu erum við líka með sýnileikan þess vegna, þannig að það í okkar aðgerðar áætlun sýnileiki hinsegin tákna og við bara vitum alveg hvað málið það skiptir og okkur finnst það, þannig að við keyptum lyklabönd þetta öllu starfsfólki. Já, þú ert segum það. Já, en talandi lyklabönd, það var nú ágætt vinkona mín á Facebook sem að birti mynd af lyklabandi sem var mjög fjölskrúðut í litum og reyndist vera lyklaband með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Já. Því að það til svoleiðis lyklabönd og þau eru sko í enn fleiri litum heldur en þessum hefðbundna regnbogalitum með þess að grann og allt inn í því og sagði, eru einhverju að fara að ruglast á þessu og ráðast af fólki fyrir að vera með lyklabönd með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem öll eru mjög göfug og fín. Það mjög stutt í absúrdism, hann heyriði hvernig við vorum að tala hérna. Þetta eiginlega alveg klikkað. Árið 2026, þú sást þetta ekki koma. Var það? Ég sá ekki heimi með það svona góðan eins og í dag. Nei, en svo eftir... Ég stundum spurður að því að mér svo gaman að vera orðið svo gamall að fólk spyr var ekki allt betra í gamla daga. Nei, segi ég, það var eiginlega allt verra í gamla daga. Sko árið sem ég var að alast upp, ég vil ekki óska neinum alast aftur upp á þenn tímum. En ég öfunda svolítið ungt fólk í dag að alast upp í dag og ég öfunda svolítið hvað eru mörg tækifæri, hvað sem bjóðast börnum, hvað þau eru heppin með kennara og skóla og hvað samfélagið orðið betra ef einhverju sjá sér ekki færi á að gera það verra. Og það það sem þurfum að vera á varðbergi. Við þurfum að passa vegna þess að þetta snýst, eins og ég sagði í upphafið, þetta snýst ekki bara hinseginleikann. Þetta snýst allt annað, þetta snýst völd yfir orðræðunni, þetta snýst aðferð til þess að útskúfa, þetta snýst marga slæma þætti í mannlegu eðli sem eiga að fá að komast upp á yfirborði og við höfum verið að reyna að vinna gegn með fræðslu, með umburðarlyndi, með manngæsku en það alltaf einhverjir höggormar í aldingarðinum sko. Viðar, þú ert fyrrverandi þingmaður. Já, ég var varaþingmaður. Já, ég var nokkra mánuði á þingi. Já, og Snorri ekki bara þingmaður, hann varaformaður flokks sem bara fer með heiminskautum í skoðanakönnunum undanfarið. Þú varst að minnast á... Nei, fyrirgeðu, má ég aðeins halda áfram með þetta? Af því að þú hefur setið á þingi og af því að þú þekkir aðeins svona móral þarna inn á alþingi.
Sko, fyrir okkur sem sitjum utan Alþingis, þá svona þetta svolítið vandræðilegt fyrir hina þingmennina. Þeir skrifa einhverja færslur og svona, þetta var ekki nógu gott, Snorri minn. Og kannski koma svolítið hneykslaðir í fjölmiðlaviðtöl. En svo einhver bara svona voða kærleikur þarna, Snorri skemmtilegur og allir að segja brandar á kaffistofunum með honum eitthvað svona. Erum við bara of fá og smá og þetta of lítið einhvern veginn til þess að við getum brugðist við af einhverju alvöru eða hvernig sér þetta? Sko, ég komst nú aldrei á það steg að verða svona professional þingmaður, þannig færi inn í leikreglur þingmanna, en ég vil nú bara segja það, sko, þegar ég var þingmaður og mér blöskraði eitthvað sem einhver sagði, ég gat ekki verið, sko, besti vinnur hans eftir. Nei, ég satt ekki til borðs með einhverjum sem að sagði eitthvað sem að mér blöskraði. En það svolítið mórallega inni? Nei, ég veit ekki hvernig það er núna, en ég veit ekki hvað ég á að segja þessa sögur. Jú, gerðu það. Mér blöskraði einu sinni orðræða þingmanns í fjölmiðlum. Þar sem hann var einmitt svolítið að dorga í Gruggum Polli varandi hælisleitendur á Suðurnesjum og var með í fjölmiðlum þar sem hann var að vitna í sögur sem hann hafði heyrt. Þetta var, og heimildin tók þetta fyrir og fór á Suðurnesin og bara gekk í sporin sem hann hefði átt að ganga í en sem voru þetta sem hann hafði afspurn af og komst að raunum að það var ekki nema lítið hluti af því sem hann sagðist hafði einhvern raunveruleika. Það var ekki byggt á neinu nema einhverjum kjaftagangi. Og mér fannst þetta alvarlegt mál að því hann var þingmaður. Mér fannst alvarlegt mál að hann væri að lepja upp kjaftasögur og segja þær síðan í ræðustól Alþingis. Þannig að ég notaði þessar 2 mínútur sem maður hefur í svona þessum dagskrárlið þar sem maður getur talað bara svona frá hjartanu, þar sem ekki verið að ræða en sérstök þingmál og heitir störf þingsins. Ég manna að ágætur fyrir þingmaður kallaði þetta hálftími hálfvitana. Þetta var hálftími og voru 15 mann sem geta staðið upp og talaði 2 mínútur. Nema ég stóð þarna upp, hálfvitin, og gagnrýndi þessa orðræðu. Nefndi hann ekki á nafn, en ég vakti athygli á því að það væri alvarlegt ef að fólk notaði ræðustól Alþingis eða ræðustól í sveitarstjórnum til þess að fara með grófu sögur fólk sem er í veikri stöðu. Og þegar það var í síðan hérna sannleiksgildi þess að segja að ég frétti af þessu, mér var sagt frá þessu, ég veit ekkert meir. Og það léti það duga sem rök. Nokkrum dögum síðar þá stóð ég fyrir sérstakri umræðu kjaragliðnun eldri borgara og lægstu launataksta á landinu við þáverandi fjármálaráðherra. Þetta svona sérstök umræða ákveðið mál sem að ég var málsefjandi og það var búið að vera atkvæðagreiðsla í þinginu rétt áður þessi dagskrárliður fer af stað og þá eins og gerist í þinginu, hann hálftómur þingsalurinn og fólk ekki endalist það kannski, það að fylgjast með umræðu á tölvustjá eða símanum einhvers staðar, þarf ekki að vera í þingsal en þegar kemur atkvæðagreiðslu þá mænta allir í þingsal til að greiða atkvæði og það alltaf venjulega nokkra atkvæðagreiðslur í röð sem ganga mjög hratt fyrir sig og þannig fullur þingsalur, allir að greiða atkvæði, svo stendur forseti þingsins upp og tilkynnir að atkvæðagreiðslu sé lokið og nú hef ég næsti dagskrárliður og kynni mig til leiks. En þá bara fjöldin af þingmönnum að standa upp úr sætum sínum og streyma og salnum og ég, þú veist að þetta svolítið að berja á móti straumnum að komast upp í púltið. Þá þessi þingmaður sem ég hafði verið að ræða þá kemur hann á móti mér, strýkst hérna við eyrað á mér og hvæsir upp í eyrað á mér, þú ert nú meiri djöfulsi sturglur sokkurinn. Já.
Ég get ekki sagt nafnir á honum af því að þetta óstaðfest, það var engin vitni að þessu nema ég. En þetta ég að fara upp í ræðustól að hefja máls og mér var svo brugðið að ég ætlaði alltaf að geta byrjað. Þannig að það, ég myndi ekki vera brosand á mynd með þessu manni, sko. En við erum hvorugir á þingi í dag, sko. En ofbeldismenningin nær sem sagt alveg hún getur alveg náð í ræðustól. Já. Og en ég svolítið hissa á þessari linkind, sko. Þetta svona aðeins að sussa á hann í einn dag, 2 daga. Vísu þá nú reyndar frambjóðendur Miðflokksins á landsvísu núna að þvo af sér þessa stempla. En nota bene. Fyrra skipti sem hann kom upp með, það var vegna transfólks, þar sem hann ekki alltaf fram að vera í hugmyndafræði. Það hugmyndafræði að þú ert kona. Hatur skoðun? Já, að hann var alltaf búinn að sleppa þeirri fullyrðingu út þegar að hann var kosinn, varaformaður Miðflokksins með 2/3 atkvæða. Ekki var nú fólki mjög illa við það sem þau eru bara smá hrædd núna út af kosningunum og þetta svolítið erfiður í sveitarstjórnum því að það ekki nærsamfélaginu. Þar ertu að hitta foreldri hinsegin barnsins á götu. Hann býr í næsta húsi við þig og þar þetta auðveldar þú ert á netinu. Þú ert einhvers staðar að kalla í burtu en þegar þú þarft að horfa á manneskjuna eins og þú sér alls konar viðbjóðsleg komment á Facebook. Ég efast að fólk myndi segja það framan í og fyrir framan manneskjuna sjálfa. Fólk finnst einhvern veginn eins og það getur skrifað ef það hálf myrkvað í herbygginu hjá því alls konar óhróður og átta sig ekki á því að þau eru að skrifa fjölmiðil. Þetta fjölmiðil. Sko, við verðum að fara að slíta þessu bráðum en svona bara í lokin frá ykkur í Hagaskóla fyrir hönd bara grunnskóla hér á Reykjavíkursvæðinu. Þú búin að tala svona hvaða vopnum þið séu búin eða tækjum þið séu búin til þess og þú búin að tala að þú sjáir svona þú búin að lýsa erfiðari tíma heldur en verið hafið þið eitthvað skeið. Hvernig eru landsbyggðarskólarnir? Á hvaða stað eru þeir gagnvart höfuðborgarskólanum í þessu? Er þetta framtak sem Reykjavíkurborg stendur fyrir? Eru öll sveitarfélög að standa fyrir sambærilegri fræðslu? Þekkir það? Ég þekki það ekki en ég veit að samtökin 78 að fara í grunnskóla all land. En ég þekki það ekki nógu vel. Nei. Og svona þessu umræði, en ég veit svona meira bara hvað við erum að gera í borginni. Já, og ef eitthvað þá heyrist mér á þér að þið ætlið að bæta í. Já, ég held það. Frekar en láta Snorra segja ykkur að henda regnboga lyklakefinum. Ungt fólk náttúrulega mjög klárt og þið vitið það. Við höfum öll verið og við vorum með heimskaffi við fengum bara að segja ykkur það sem við vorum að ræða, bara allir nemendur í skólanum voru að ræða í litlum hópum bara ýmis málefni og þar á meðal hinsegin málefni og bara lýðræði og jafnrétti og mannréttindi og þau sögðu svona, það er örugglega betra að vera hinsegin í dag en það var svolítið ríma við það sem þú varst að segja áðan en þau segju það eru færri að koma út úr skápnum, segja þau. Það er svona bara hópurinn segir. Og það eru fordómar. Og þau tala áhrifavalda sem eru með ákveðna orðræðu sem að þau heyra. Og þetta er náttúrulega svolítið glímur á þeirra og örugglega mismikið eftir fólki. En þetta er náttúrulega, og þetta er svona, ég hrædd við þetta. Þau verða fyrir áhrifum á samfélaginu. Já. Það sem áhrifavaldur eða maður með völd segir hefur áhrif. Já. Og hann í atkvæðaveðum. Þú ert einhvern veginn að vissu það. Já. Ég meina, en ég vara við þessari tegunda atkvæðaveðum og þessu, og ég gerði það, þú veist að minnast þá ég upp að ég skrifaði á Facebook. Það bara að því að ég fyrst og fremst hræddur að hann ekki bara að ráðast á hinsegin fólk, hann smátt og smátt að finna sér nógu marga minnihlutahópa og fólk í viðkvæmri stöðu til að ráðast að til þess að öðrum líði betur. Þessi pólitík að það eru þau og við að reyna að búa til alltaf einhvern óvin. Einhvern óvin sem getur ekki svara fyrir sig, sem býr með okkur, meðal okkar.
Það er það sem er svo hættulegt og það er það sem að börnin geta heyrt við eldhúsborðið heimi hjá sér og líta síðan afstöður á skólalóðinni. Við Sigríður Nanna Heimisdóttir, aðstoðarskólastjóri Hagaskóla, við vorum að velta því fyrir okkur hvort það væri bara við hæfi að enda þessa umræðu á því að þú myndir lesa upphátt færslu á Facebook. Þessi betur fyrir þetta að stóru hluta tilvitnun í annan. Já. Ég get ekki hreikt mér að þessu, en ég fann hana. Já. Og nota hana. Ef ekki bara ljúka, hvað segir það? Ég er svo bjartsýnn að því að það er yfir 600 like á þess nú þegar, þetta er síðan í gær, og yfir 60 manns er búið að deila þessu og sem eru búið að deila þessu frá þeim sem deildu. Þannig að það er svona margfeldisáhrif. Ég er fjölmiðill. Þá hefst lesturinn. Já, gjör svo vel við þar. Fyrst komu þeir og sóttu kommunistana, en ég mótmælti ekki. Því ég er ekki kommunisti. Þá komu þeir og sóttu sósíalistana, en ég mótmælti ekki af því að ég er ekki sósíalisti. Þá komu þeir og sóttu verkalýðsforingjana, en ég mótmælti ekki af því að ég er ekki verkalýðsforingi. Þá komu þeir og sóttu gyðingana, en ég mótmælti ekki því ég er ekki gyðingur. Að lokum komu þeir og sóttu mig. En þá var enginn eftir til að mótmæla. Upphafið að frægu ljóði á varpi eftir þýska lúterska pastorinn Martin Niemöller 1892 til 1984. Aðeins tæknina stríð okkur. Já, það gerist. Sinnuleysi þýskra menntamanna og almennings gagnvart uppgangi nasista. Ljóðið er oft notað sem viðvörun hættuna af afskiptaleysi gagnvart mannréttindabrotum. Verum á varðbergi, stöndum með mennskunni. Það er stutt í hatrið og afmennskun á fólki. Trans er ekki hugmyndafræði og þarna setja inn transfánan, svo setja inn regnbogafánan. Regnboginn og regnbogafánin er ekki pólitík. Mikið er ég þakkláttur öllu því fólki sem hefur risið upp og mótmælt afmennskunni og líður skruminu. Höldum áfram að standa með okkur sjálfum, öllum mannustum. Það er það íslenskasta, seti íslenska fánan sem þau nota svo mikið, sem hægt er að gera í stöðunni. Með regnboganum fögnum við fólki sem kemur til landsins og með regnboganum kveðjum við þau sem fara. Því ég sett mynd af regnboganum eftir Rúri sem stendur við Leifsstöð. Það er hann sem er útvörður okkar, býður fólk velkomin og kveður okkur. Fallegasta tákn í heimi er regnboginn þar sem að vonirnar búa, óskirnar og draumarnir. Já. Mjög gott, fallegt, þarft, skynsamlegt. Takk fyrir þetta, Viðar Eggertsson, og takk Sigríður Nanna fyrir að koma og hugsa hér upphátt mannréttindi og fleira. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram dagskráni eftir andartak, ekki fara langt kæru hlustundur, nýr kafli eftir smástund. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is.
Þá ætlum við að ræða fréttamál sem var töluvert áberandi helgina sem var frétt í danska fjölmiðlinu Berlingske ólígarka, íslenska útgerðarmenn, spillingu í útgerð hér á landi og tengsl spillingar og stóru útgerðarinnar við stjórnmálamenn inn á Alþingi. Held að Morgun sé ekki enn búin að fjalla þetta mál, ekki þegar... Og ekki Sín. Ekki Sín. Jú, vísir. Vísir gerði þessu mjög góð skil. Já. En hérna, af þið eru byrjaðir að spjalla, þá er ég að kynna ykkur. Grétar Mar Jónsson, þú ert hérna varaþingmaður Flokki fólksins og gamall skipstjóri. Og í sama flokki, Sigurjón Þórðarsson, þú ert þingmaður í Flokki fólksins. Og takk fyrir að koma hérna á Rauðaborðinu og aðeins svona bregðast við þessari frétt og umræðu þennan heim í kjölfarið. Sko, þið hafi náttúrulega löngum haldið því fram báðir að íslenska sjávarútvegsspillingin komi engum á óvart. Hvað er það, Grétar Már, svo við byrjum á þér, sem að er augljóslega til merkis það að pottur er hér víðabrotinn? Það er náttúrulega, má byrja bara á verðlagsmálunum. Við erum ekki að fá rétt verðlagt neitt upp úr sjónum. Nei, þú vilt allan fisk á markað? Ég vil bara, já, ég vil allan fisk á fiskmarkað og ég vil að við séum að borga íslensk fyrirtæki sem að kaupa loðnu, síld, makríl, kolmuna, loðnu og allt séu bara borga sambarileg verð við Færeyjar á Noreg. Já, af hverju er að veiða úr sömu torfunum jafnvel. Af hverju hendar að stórútgerðinni vel að hafa verðlagningu með þeim hætt sem er? Það er náttúrulega bara að þeir eru með strengjabrúður í Alþingi sem að eru og komu á sínum tíma verðlagstofu sjávarútvegsins eða á fiski, verðlagstofu til verðlagningar á öllum fiski upp úr sjó og að borga í dag 350 til 80 krónur fyrir þorsk upp úr sjó. Á sama tíma og markaðsverðið er 750 krónur. Þetta er svakalegt. Og ef þeir flytja fiskin út beint til á erlenda markaði, að þá eru þeir að fá ennþá hærri verð fyrir per kíló. Og þess vegna hef ég lagt það til og við að það fari 30% af fiski bara inn á fiskmarkað og það verði per kíló á því á allan farminn. Þó að fari bara 30% af honum inn á markað. Ef að fiskvinnslur sem að kaupa fiskina sjálfur sér vilja vinna 70% af aflanum, geta unni allan aflan ef þeir kaupa hann á mörkuðunum bara á markaðsverði. En þeir hafa fiskvinnslur án útgerðar tækifæri til að bjóða í aflan og keppa við þá á jafnréttis grundvelli. Því þetta skekkir svo mikið jafnvægið á milli fiskvinnslu án útgerðar sem þarf að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði eða fiskvinnslu sem kaupa af sjálfum sér á niðurgreiddu verði. Nákvæmlega. Sigurjón, við sáum það í umræðinni í fyrrasumar veiðigjöldin á þingi að sumir komu bara algjörlega berstrípaðir til dyrana sem í rauninni þessir gæjar sem að Berlingske að fjalla núna og samt eins og þetta koma fólki á óvart að það sé einhver svona spillingar handhafar inn á Alþingi til þess að reka sérhagsmuni sjávarútvegarins. Já, svo sjáum við líka viðbröðin sem blaðamaður Berlingske fær, þau eru kunnuleg. Já. Þannig að þarna koma vanir menn með sömu aðferðafræðina, það eru einhverjar hótanir og tölvupóstar og menn sem eru kannski ekki endilega nátengdir þeir sem verið að fjalla en greinilega eru svona samhangandi. Leigupennar. Eða hvað að segja. Þannig að það staðfestir í rauninni allt það fyrra sem að hefur verið og skýrir líka einhverju leyti hvað svona blaðamenn svona sniðganga einhverju leyti að fjalla þessi mál og
Ég hef alveg skilning fyrir því. Þá nú ekki endilega bara að tala ríkisstyrkta Morgunblaðið sem greinilega bara fjallar ekki þessi mál og bara nánast leggur þá, jafnvel í einelti þá aðila sem að eru að ræða þessi mál og vilja fá breytingar. Að þú lýsir því bara þannig? Já, það bara þannig. En við getum alveg séð það að skoðum bara dæmi núna. Það búið að vera umræða alveg allt þetta ár. Og ég tel að ég sé svona svo aðili sem hefur ekki hana hvað mest. Það verðlagningun á lóðnunni. Og ég hafði samband við lóðnuverksmiðjur í Færeyjum og sá að verðið var þar á 300 krónur. En hér var gert upp við sjómenn á bilinu 110 og alveg niður í 70 kall. Við fáum það fyrirspurn núna í þinginu sem að þingmaður Samfylkingarinnar með sem að muni upplýsa það hvað verðið er. En ég tel að það sé eitthvað svona alltaf helmingurinn tæplega og alveg niður þrefalt lægra verð. Og þetta skiptir verulega miklu máli fyrir sjávarbyggðirnar sem að fá hlut af löndunargjaldinu eða löndunargjaldið er ákveðið prósentutala af aflaverðmætinu og líka alveg ljóst að sjómennirnir þeir fá hlut af aflaverðmætinu og ef að það ekki rétt heldur bara eitthvað jafnvel þriðjungurinn á því sem að raunvirði að þá alveg ljóst að hafnasjóður til dæmis og Vopnafirði hann að fá bara jafnvel innan við helminginn af því sem hann ætti að fá í raun og sanni og það sem í þessu það að sjávarútvegssveitarfélögin þau hafa ekki heldur veitt manni lið í umræðinni vegna þess að þau í þeirri stöðu þó séu kannski forsvarsmenn sveitarfélagana séu manni sammála þá eru þessi sveitarfélög í þeirri stöðu að ef hann eru með vesinn og vilja fara að ræða hlutina að þá sigla bara skipin framhjá. Þau eru kúuð eins og blaðamenninnar. Ég hef ekki segja það allavega það alveg ljóst að það hefur gerst að það hefur verið siglt framhjá og það líka alveg ljóst að stóru félögin hafa verið að fá afslætti umfram aðra. Magnafslætti. Og jafnvel hjá sveitarfélögum sem að hafnasjóður ekkert allt á stöndur. Þannig að þess að staðan þannig og svo bitnar þetta á útsvarinu og alla leið. Þannig að þessi staða sem uppi að hún tilkomin vegna, ég vil segja, sterkra stöðu þessa sjávarútvegsrisa og þannig að þeir sem eru hinum með við samningsborðið það þá sjómenn og sveitarfélögin og alltaf í mjög veikri stöðu. Sko, það til fólk sem lætur eins og því komið þá óvart sem skrifað var í Berlínska helgina. En samt finnst mér eins og það sé kannski aðeins meira súrefni núna eftir þessa frétt á hálfu erlends fjölmiðil til þess að ræða málin eins og þau blasa við mér. Sumir segja það að fjármálaráðherra í ríkisstjórn, Daði, hann hafi hann hafi kannski ekki tjáð sig galopið þetta en sannarlega þá sé hann ekki að streitast gegn þessu. Hvað sýnist þér? Þú ert á þingi þessa dagana, Grétar Mar. Eru þið eitthvað að ræða þetta, þingmenn og alþingi í dag? Já, þetta nú svona í kaffispjöllinu og svo leiðist þá verða að fara yfir þetta. Heldur þetta breyti einhverju? Ég veit það ekki hver niðurstaðan verður en mér finnst að það sé fleiri aðilar að kveikja á því að þetta óeðlilegt munstur sem við búum við. Þannig að þöggunaröflunum mun þá ekki áfram vaksa ásmegin, heldur? Það held ég nefnilega að sé alveg örugt að mun ekki gera. Það, ekki núna sinn hvað sem verður eftir næstu kosningar eða eitthvað þess áttar. En núna eru allavega fleiri raddir og fleira fólk að átta sig á því og meiri segja þeir sem eru að verja hagsmuni útgerðana, stórútgerðana eru vita alveg af þessu. Þeir vita þetta alveg og þeir vita söguna
hvernig búið að rústa sveitafélögum hringinn í kringum landi, litlum sveitafélögum þegar fiskveiðiheimildir voru teknar í burt, svo koma þeir núna og að verja einhverja hagsmuni, lítilla byggðalaga, línuífulun og rækjubætur og skelfisbætur og svoleiðis sem að auðvitað mjög slæmt að þurfa að vera að hreyfa eitthvað við, en á móti að þá má segja að þeir eru búnir að búa þessi vandamál til að menn þurfi að reikna með byggðakóta og sérstökum byggðakóta í þessum brothættu byggðum og annað þess áttar. Þetta sjálfskaparvíti sem þeir eru búin að koma þjóðin í og þessi ríkisstjórn að reyna að snúa eitthvað ofan að þessu. Ég tók eftir því, Sigurjón, leið og Flokkur fólksins kom í ríkisstjórn og fór að tala smábátana, að þá hófst umræða upp í hádegismómum að þetta væru allt saman forríkir tannlæknar í Garðabænum sem ættu þessa báta. Og þetta svona til marksum, ég nefni þetta til marksum orðræðu orðræðu yfir ráðin að sko í hvers skipti sem að einhver ætlar að reyna að breyta kerfinu þá hafa þeir svo öflugt gjallarhorn sem málfar. Já. Ert þú bjartsýnni á þær breytingar sem að þú telur að þurfa að verða á kerfinu í dag heldur en þegar þið hófuð setu í þessari ríkisstjórn í Flokki fólksins? Já, ég er búin að vera bjartsýnn lengi á að hlutinni farið til betri vegar og umræðan mun örugglega færast í aukana meðal annars vegna þrýstings frá nágrannlöndunum. Við vitum að það eru fyrirspurn í grænlenska þinginu út af eigu íslensks fyrirtækis á Grænlandi sem að gera út á grænlenskar heimildir og jafnvel að landa hér. Þannig að umræða í Færeyjum út af fyrirtæki sem að hefur verið tengt íslensku útgerðarfyrirtæki. Og þannig að þetta umræða sem að mun fara vaxandi og líka á eftir að gera upp Namibíumálið. Heldur að verði gert? Já, ég reikna með því. Það auðvitað bara prófsteinn á það hvort að á Íslandi sé réttaríki. Já, en á hverju hefur ekkert gerst hér á öllum þessum tíma? Ef ekki að trúa því að hlutirnir klárist. Jú, við sögðum þetta fyrir 3-4 árum. Já, en ég ekki búin að gefa upp þá von í hvað það var það. Og síðan auðvitað vaxandi, þetta blasir bara við. Að eins og með fiskverðið, ef það harðfisksali að kaupa á markaði, þá ísan, einhver undirmálsís á 600 og eitthvað kall. En ef útgerðarmaðurinn sjálfur að selja sér fisk, stór og væna ísu, þá það á 352 krónur. Þetta blasir við öllum og ef menn ætla að vera í einhverju samfélagi þar sem að menn búa við eitthvað jafnræði og þá ætti það helst að vera auðlind sem sameiginleg auðlind þjóðarinnar og ég held að þetta sé bara mjög erfið varnarstað. Auðvitað sér maður einhverjir þingmenn til dæmis Sjálfstæðisflokksins að reyna að gera grína þessu núna að taka þetta mál og Jens Garðar Helgason. Ég mista því en það var einhver að segja ólígarkar eða eitthvað svoleiðis sko. En þetta grafalvarlegt mál og sem að við verðum í rauninni sem samfélag að gera upp. Það líka komið út skýrsla sem ég tel muni auðvelda okkur að fara í breytingar og búa til skilning fyrir þeim og það þá skýrsla sem snýra því hver tengsl þessara fyrirtækja inn í annað atvinnulíf, hvað eru búin að sanga af sér af öðrum eignum og hvað þessi eignatengsli orðin þétt í íslensku viðskiptalífi. En ekki komið neinn skýrsla kvótaþak Samherja? Það var frumvarp á síðasta þingi að taka á því að fyrirtæki var komin upp fyrir lögbundið kvótaþak 2% og því miður og ég var fyrir vonbrigðum að þá var það ekki á skrá atvinnuvegaráður á þessu þingi, það bara önnur mál sem voru sett í forgang
og því að það mjög þarft að gera það, því að það eru nokkuð fyrirtæki, 1-2, komin upp fyrir kvótaþakið og ef við ætlum að vera hér að setja einhver ströng lög til dæmis strandveðar eignarhald og horfa það mjög nákvæmt og á sama tíma horfa fram hjá því að menn eru komin langt upp fyrir kvótaþakið, það fer ekki saman. Og við sem erum að búa breytingar í samfélaginu, þessi ríkisstjórn og tala nú ekki flokkar sem að ætla að láta almannahagsmuni fram með sérhagsmuni, að þá hljóta menn einmitt að taka á þessu atriði að þeir sem eru þeir stórir, að þeir séu látni hlýða lögum og reglum eins og aðrir og að vera með eitthvað svona eins og maður segir tvöfalt verð á fiski sem auðlind, sameiginleg auðlind þjóðarinnar, það ólíðandi. Og ekki þetta að verja og það sem menn fara oft fram hjá þessu og reyna að segja að staðis að fara inn í kjarnan. Já, Grétar Mar, þessi tveir sem að danski blaðamaðurinn segir að hafi í rauninni hótað sér eru báðir svona, þessi Pálar tveir, þeir eru báðir mikið verið að sinna hagsmunum Samherja. Er eitthvað sem bendir til þess að Samherji sé óþægari ljári í þúfu í þessum hagsmunamálum heldur en önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki? Það getur maður auðvitað ekkit fullyrt að þeir séu verri en aðrir en þeir allavega hafa verið með þessa svokölluðu skærulega deild á sínum snærum og verið með leigupenna, hvort sem að það gert á skipulagan hátt eða ekki, sem hafa verið að koma þeim til aðstofar og bjargar og reyna að verja það sem þeir hafa verið að gera hvar sem í heiminum. Og það náttúrulega bara eiginlega kannski eitt af vandamálunum sem í gangi. Ég sé að Brim hallar sér svolítið vel að Viðreisn, ykkar samstarfsflokki. Er það önnur leið til þess að komast inn í forréttindin að makka með ríkisstjórnarflokki eins og Viðreisn? Það getur maður heldur ekkert sagt eða svarið eða öðru leiti en því að ég held að það sé alltaf gott að stjórnmálamenn tali við atvinnulífið og sé í góðu sambandi en það ekki það sama og það þurfa að hneigja sig og beygja fyrir þeim og leyfa þeim að fara illa með sameiginlega auðlind þjóðarinnar. En forstjóri Brims og fljótur að bera það tilbaka að vera nokkuð aðfinnsluvert við. Jú, en þegar að hann brýtur kvótaþakið, hann segist ekki vera að brjóta lög, en hann gerir það þar. Hann hefur mist veiðileyfi og skip fyrir brottkast á Kleifaberginu fyrir norðan á sínum tíma, þá mista hann veiðileyfi og ýmislegt fleira og menn hafa dálítið og svo náttúrulega stórt mál sem þarf að taka á líka og það eru vigtunarmál á hráefni upp úr sjó. Það að segja íspröfurnar sem eru kannski 10% meðaltali en það koma á hafnavogirnar ef þeir eru ekki með heimavigtunarleyfi þá eru þeir með úrtaksvigtunarleyfi fara með aflan á hafnarvog og svo taka þeir ísinn frá upp í fiskúrsona sínum og senda á hafnavogirnar að ísinn hafi verið 20% eða 25% eða eitthvað. Þetta eru svona fylgir hlutir sem að útgerðin hefur komist upp með og eftirlitið svo lítið og ekkert með því hvernig þetta gert. En ef þetta væri allt selt inn á fiskmarkaði, þá þyrfti ekki þetta eftirlit. Þá er það fiskmarkaðurinn sem bæði að gæta kaupenda og seljanda að það sé rétt vigtað. Við þekkjum það bara úr 200-300 ára sögu með Skúla, fólk geta vigtað rétt. Já. Við erum dálítið ennþá á því sviði. En myndi aðild að ESB auðvelda þær úrbætur
sem þyrfti að verða með einhverjum hætti eða sjáu þið ESB bara fyrir ykkur sem vonda leið? Sko, sem að ef maður hrættur við ESB að það að við þurfum að gera ákveðna breytingar og það alveg eins og þetta mál, það blasir við, þetta erfitt að gera þetta kostar, við sáum bara hvað þetta kostaði síðasta sumar. Það var nánast bara umsátus ástand utan stjórnarflokkana og ráðherra og allt það. En það sem ég smeykur við að fara núna í þetta það að krafturinn í stjórnmálunum mun fara þá í aðlaga okkur að því og ef við skoðum bara þessi ríki sem í ESB þá eru þau með alls konar vandamál sem eru mikil og þau leysast ekki bara við að fara inn í Evrópusambandið og ég ekki að segja að það sé allt slæmt við að fara að en ég bara hrættu við að staðinn fyrir að við séum að bara virkilega breyta því sem þarf að breyta á Íslandi að þá fari krafturinn í þá umræðu og svo eru þetta stjórn fiskveiðanna sjálfra það sem að þeir eru í rauninni þessi grænu gildi innan gæsalappa og að fiskveiðar eru svona algjör jaðar atvinnuvegur og meiri svona vendasjónami sem þar eru uppi að ég óttast að það verði erfiðar að breyta ýmsum þáttum þegar það komið þangað inn hvað var það sem algjörlega nauðsynlegt að auka hér veiðar. Þannig mótast mín afstæð en að það sé kannski, ég held að sé ekki endilega fyrirstað í að laga þá hluti inn í Evrópusambandinu, ekki frekar en að Ítalir geti lagað sína hluti þar inni sem snúa ólöglegri starfsemi. Já. En Grétar Mar, þegar þú kemur svona inn og út á þingið eða þú kemur stundum inn og stundum ert úti finnur fyrir því að það sé einhver samhljómur í sjávarútvegsmálum hjá þessum 3 flokkum sem mynda ríkisstjórnina og sérðu breytingar frá innkomuðinum frá tíma til tíma eða hvernig metur það? Ég get nú kannski ekki talað það en þegar maður kom inn í fyrra sumar þegar umræðan var veiðigjöldin þá voru þessi stjórnarflokkar sammála það að það væri tímabært og stóðu saman það sem einn flokkur. Stóru skrefin bíða svolítið núna. Já, við þurfum að gera svo margt í breytingum og það það sem maður vonar við reyndar, má segja það að við stigum hænufett í rétta átt með því að taka grásleppuna út úr kvóta. Það var nú ekki vandræðalaust? Nei, það kostaði hellingsáttök og auðvitað þyrftu við meðal annars að hjálpa þessum 2 stóru útgerðarfyrirtækjum sem eru komin yfir 12% að losa þær við svo þeir færu niður í og ég myndi vilja bæta því bara við strandveðarnar þessu sem væri sem að þeir eru fram yfir yfir 12% og fá það í þorski helst þannig að strandveiðarnar gætu nýttar umhverfisvænustu veiðar sem að við höfum upp á að bjóða á Íslandsmiðum veiða með krók á handfæri eða línu eru umhverfisvænustu veiðar sem til eru að hægt að stunda á Íslandi og bara sátt meðal almennings yfir höfuðum þessar veiðar. Ég meina við erum náttúrulega áttum okkur því að það tekur ákveðin tíma fyrir þá sem að vinna með okkur í þessu að fara yfir okkar rök og allt það en ég held að blasi við öllum að þessi þegar menn eru komnir yfir þessar lögbundnu heimildir að þá þarf að taka því einn daginn og það erfitt að verja það liggur fyrir en síðan þetta gríðarlegt tækifæri í þessu. Við erum með ákveðna nokkra tegundir sem eru bara ekkert veiddar og þannig að við höfum og líka það hvaða tegundir? Til dæmis ufsan sem er ekki veiddur út af skarfin og þá auðvitað ekki að vera að hamla þá öðrum aðilum en þá sem hafa bara yfir veiðheimildunum að ráða og miklu frekar að opna fyrir veiðar á þeim tegundum staðins að einhverjir sem hafa þessar heimildir hjá sér geti notaðir í eitthvað bara
eða eitthvað álíka því að það svo margt í þessu kerfi sem þarf að laga og við mikið tækifæri líka til ég vera bara alveg augljóst að auka við veiðarnar en það kannski önnur saga, þetta tekur allt ákveðin tíma okkur en við Þú ekki liðið með Jóni fiskifræðingi þar? Já, líka hann nú ekki einn á báti. Nei, hann ekki einn á báti. Nei, og líka það líka, við sjáum það bara sjómenn sem á miðun. Að aflabröðin eru slík að það bendir flest til þess að það megi bæta við veiðar. Já, einmitt. Heyrðu Hermann, það þú heldur áfram að nýta þinn stól hér við þetta borð, þú ert búin að vera með þátt sem heitir Sjávarútvegsspjallið. Já. Hvað langt síðan þú hófst leik? Það eru 80 þættir. Sem eru komnir? Sem eru komnir. Og þú reynir að vera alltaf vikulega? Já. Og þeir eru sýndir aftur hvenær? Þeir eru alltaf sýndir á 50 dögum klukkan 6 Já, 50 dögum. Í fyrstu umferð og svo eru þeir endurteknir einhverja 2-3 sinnum oft í viðbót. Já. Dagana á eftir. Já, og svo náttúrulega alltaf hægt að sjá þetta á YouTube og vefnsveitunum og því. Þannig að þú ert að hlaði þátt núna á 50 daginn sem verður sýndur klukkan 6 og myndu komin á spillingu? Örugglega mun það eitthvað koma til kastana á næstunni og þetta vekur auðvitað athygli og þeir sem að hafa verið að gagnrýna fiskveiðistjórnar kerfið í gegnum tíðina eins og ég og fleiri jafnvel í 40-42 ár frá því þetta var sett á eða ári áður en þetta var sett á að þeir náttúrulega finna kannski smá meðbyr í seglin núna. Já, mér leið vel helgina, ég fann fyrir því bara sem blaðamaður að þetta var hressandi. Þetta bætir aðeins, Þú varst náttúrulega að gefa bók út fyrir ári síðan eða rúmlega ári síðan og þá ert að tala besta vin aðal. Já. Og þetta sem við erum að fást við á Alþingi í dag er bara af sama meiði. Þetta er klíka sem hefur ótakmarkaða peningum, fékk gjafakóta gefins í upphafi sem þeir gátu byrjað að veðsetja og slá út á 1991 og þeir sem hafa haldið vel á spilunum í gegnum tíðina hafa ávaxtað þetta mjög vel í skjóli þessara gjafa veiði heimilda sem þeir fengu í upphafi og sumir gert það bara mjög vel en þegar ég byrja með skip sem var keypt frá Hornafirði þá var verð á varanlegum kvóta heimildum 140 krónur ég held að það hafi verið 93 á þorski. Þá fengum við að selja á markað, þann afla, fengum 120 krónu verð fyrir hann. Núna er verðið á 1 tonni af þorski 7,5 milljón. Þó ég selji það og fengi að veiða það til að selja það á markaði, þá er það ekki nema 700-750 krónur. Sölu verðið á þessu tonni þannig að verðið á varanlegum veiðiheimildum og svo aftur heimildum sem er úthlutað það hefur í rauninni tífaldast. Þetta er mjög sláandi. Og býr til mikinn arð hjá þeim sem eru handhafar auðlindarinnar og við höfum náttúrulega ekki komið inn á hérna er þetta verð sem fæst fyrir íslenskan fisk er það að koma inn í íslensk þjóðfélag. Það dregum að stórlega í efa. Það er flest af þessu stærri fyrirtækjum eru með dótturfyrirtæki erlendis sem þeir selja afurðir frá Íslandi og gera upp í evrum. Arðurinn, gera upp í evrum en arðurinn sem skapast þegar þeir selja kannski á 1500 krónur fiskinn hérðan og fá svo dótturfyrirtæki fær kannski 1800 krónur eða 2000 krónur eða hvað tölur sem við leikum okkur með þá og halda því eftir
erlendis, skila bara 1500 krónum heim. Þetta meðal annars eitt af því sem við höfum verið að glíma við, íslenskt atvinnulíf. Sigrún, þín lokaorð. Já, ég nú bara bjassinn á framhaldið. Ég meina það tekur svolítið tíma, líka fyrir stjórnkerfið, að átta sig á hlutunum. Við erum að fara yfir svona, hvað þú að segja, að til dæmis verið að ræða hluti þennan 5,3% pott. Þá verðist hann vera alveg niður skrúaður, en svo eru kannski aðri hlutir sem eru í þessum 94,7% potti, þá hægt að færa aflaheimildir fram og aftur og jafnvel að vigta sjálfur og menn snúa jafnvel hlutunum á hvolf þegar verða svona að koma mótsvið eins og með einhverja byggðaaðgerðir og veita einhverjum byggðum heimildir, þá þarf að passa það að það sé alveg rúmist innan pottsins. Ég verið svolítið svona hrifinn af því að staðins að við séum í þessu að deila úr þessu mengi að þessar byggðir sem að standa illa að þær fá að njóta nálægra fiskimiða, til dæmis að nota þá vistvæna veiðarfæri. Tökum að bara Bakkafjörður fengi Bakkaflóan og Grímsey fengi 10 mílur í kringum eina, þá væri þessum byggðum vel borgið og það alveg ljóst að engin hætta fyrir nokkurt fiskistofn. Og mér finnst þetta skipta svolítið máli bara fyrir sjálfsíminn þjóðarinnar og þessar byggðir fái að lifa og dafna og við losnum aðeins allavega með fiskimið næst ströndinu út úr þessu braskkerfi sem náttúrulega, hvað að segja, það ekki til útflutnings, hvorki til Namibíu eða jafnvel ekki til Grænlands og við bara tökum þetta aðeins og skoðum þetta með alla breytingar með jákvæðum hætti og fáum þá svona gagnsæi verðlagningu og það ekki eins og að það sé þessi menn sem að halda á þessum örfáu stóru fyrirtækjum séu illa haldnir. Og það gagnsæið og rétt verðlagning, það eitthvað sem að þeir ættu að fagna með okkur og einnig að geta gert vel við þessa sjávarbyggðir. Fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar og við þurfum að losna út úr þessu aflamars kerfi og taka upp sóknarmark með dögum. Þá losnum við brottkast og ýmislegt ýmsan sóðaskap sem á sér stað í núverandi kerfi og hefur gert alla götur frá því að var tekið upp og við þurfum að komast bara úr aflamarki í sóknardaga, útluta dögum og stjórna veiðum þannig. Svo eitt sem við höfum ekki rætt og það hvað sterkustu sjávarútvegsfyrirtækin eru orðið með mikil ítök upp á landi í alls konar atvinnulífi þar. Það nú rannsókn í gangi með það, ítök sjávarútvegsfyrirtækja í öðrum óskyldum atvinnurekstri í landinu. Og það vantarlega eftir að koma núna mjög fljótlega sú skýrsla út. Og þarna hryllingur á leiðinni ef verður ekki komið böndum á þetta því að það endar þá með því að örfá risastór fyrirtæki eiga skoðanir okkar allra vegna þess að við munum öll eiga allar fjölskyldur á Íslandi, það verður einhver fjölskyldumeðlimur sem byggir atvinnu sína að einhverju leyti á þessum örfáu einstaklingum. Þá hættir fólk að þora að tjá sig. Segja frá því í lokin að ég í sambandi við fjölmarga sjómenn sem eru hjá stórútgerðinni og það alltaf svona þegar byrja að hafa samband, það alltaf viðkvæð að það verður að vera fullkomin nafnblind og þetta sorglegt á Íslandi árið 2026 að við séum nánast komin í svona hálfgerð vistapönd að vísu þessi menn á góðum launum en þeir gjalda fyrir þau með ófrelsi sína. En sumir þeir á góðum launum en þeir gætu verið á helmingi hærri. Já, svo það líka, einmitt. Heyrðu, því miður þú komst ekki lengra en þá var hressandi að fá ykkur í heimsókn og við skulum endilega halda þessari umræðu opinni áfram og vona danski blaðamenn að haldi áfram að senda pillur hingað norður. Það skulum við vona. Kæra þakkir Sigurjón Þórðarsson og Grétar Mar Jónsson.
Var ég að fara að villast með föðurnöfnin eitthvað nokkuð? Nei, ég alveg frægur fyrir það. En næsti kafli eftir andartak ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Hálfans að víkja sjónarhorninu að fjölmiðlum, aðalega einum þeirra. Fyrr í þessum mánuði flutti Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV, skýrslu stjórnar á aðalfundi. Og hann kominn hingað til mín að rauða borðinu til þess að ræða stöðuna. Vertu velkomin, Stefán Jón. Takk fyrir það. Sko, þið voru þarna með 9,3 milljarða króna á síðasta ári úr að spila. Þar að vera gjöld notenda yfir 6 milljarðar og auglýsingatekjur vel rúmir 2 milljarðar. Ég var að rekna það út að við vorum með 87 milljónir króna hérna á Samstöðinni í tekjur á þessu ári. Það er minna en 1% af því sem að Ríkisútvarpið hefur. Eru þið hérna... Fer Ríkisútvarpið nú vel með þá fjármuni sem að Ríkisútvarpið fær? Þetta er nú ansi stór spurning og ég hef talsvert veldinni fyrir mér þetta ár sem að ég er búin að vera stjórnarformaður og ég held að stofnun sem er með 270 starfsmenn, 9,3 milljarða í tekjur, hljóti að geta hagrætt. Hún hefur gert það. Og það er bara allverulega núna snúið við á 2 árum, 200 milljónir voru í tap. Við erum komin yfir núlið núna og ætlum að vera með hagkvæman, eða þú veist, vera réttum með við núlið núna og stjórnin hefur einsett sér það og stjórnendur líka að vera þar. Þannig að það hefur náðst miðað við það sem ég er að segja, hagræðing og hún er mjög lofsverð og það er ekki bara það er svona leiðenda hugtök eins og sjóðstreymi og annað slíkt sko, það er allt á réttri leið og sérstaklega þó það að það hefur tekist að reka Ríkisútvarpið þannig að við erum ekki mínus heldur í plús. Hann er ekki mikill og við þurfum að halda áfram, sérstaklega því að það er alveg augljóst að það tel ég að það verður samdráttur í auglýsingatekjum allra fjölmiðla á næstunni og ég fór nú heilt yfir sviðið, ég ákvað bara að gera það núna eftir ár sem stjórnarformaður og horfa bara á stóru myndin og draga upp alla þessa stóru drætti, ekki bara hvað var það Ríkisútvarpið, heldur bara fjölmiðlun á Íslandi við leitt. Og það sem er mín niðurstaða er svo að við sem rekum íslenska fjölmiðla, það er að segja við öll eigum Ríkisútvarpið og svo eru þeir litlu lágróðurinn og aðrir. Við erum í erlendri samkeppni, við erum á alþjóðlegu markaðu, við verðum að muna það, þar erum við. Ég veit þessu, ég fór að hugsa þetta fyrst þegar ég sá auglýsingamarkaðin, hann er, heildar auglýsingamarkaðurinn á Íslandi eru 30 milljarðar, þar að fer helmingur 15 til erlendra miðla sem ekki eiga lögheimil á Íslandi og borga ekki skatt á Íslandi, þetta er Amazon, Google og Facebook. 15 milljarðar helmingurinn af öllu auglýsingafinu fyrir úr landi til þeirra og þeir borga ekki skatta hérna. Síðan gerist annað að það er mikil samkeppni þið er að biðja áskrifundur hjálp, bara áskriftir. Ríkisútvarpið hefur afnotagjöldin eða útvarpsgjöldin eins og heita og aðri miðlar selja áskriftir og reyna. Sjá til, Ríkisútvarpið með Rás 1, 2 og sjónvarpið fær í afnotagjöld 60 krónur á dag frá þér og mér 60 og þér, 60 krónur á mann. Spotify áskriftin mín í þessum síma kostar 60 krónur á dag.
Netflix áskriftin sem mörg okkar eru með kostar 60 krónur á dag og svo bætast við alls konar hlutir. Þannig að samkeppnin sko ekki bara auglýsingarnar, heldur áskriftirnar á innlendum neytendamarkaði er alveg gríðarlega hörð og það er margfalt fé sem fer úr landi heldur miðað við það sem fer í áskriftir á Íslandi. Og þessu hafa menn ekki veitt athygli í öllu þessum auglýsingabölmóði. Og ég hef verið að spyrja fólk, fólk segir, já það skiptir einhverjum þúsundum sem að borga, það veit eiginlega ekki hvað. Og þegar ég fór að taka saman á mínu heimili, við erum nú ekki miklir neytendur á erlendum streymisveitum, bara mjög litlir, en þegar ég fer að spyrja fólk, þá áttaði ég mig alltaf á því að við erum algjörlega í myrkrið þarna Íslendingar. Við verðum að gera könnun á þessu og athuga í raun og veru hversu mikil kaupvilji og kaupgeta er á Íslandi fyrir fjölmiðlum. Ég bara vorkenni ykkur að keppa við þessa stóru risa. Og það er heimildin, það er gímaldið, það er allir að puða við það að selja áskriftir. Síminn og Sýn, það er náttúrulega miklu hærra gjald sem þeir biðjum fyrir sínar streymisveitur, heldur nokkuð tíman erlendum miðlarnir. Vísir fyrir sannlega bráðum að loka fréttum. Það er ekkert ólíklegt. Heldur það? Já, minnst það frekar líklegt. Menn segja mér það að sé von á því að hinn sjónvarpsfréttastöðin hætti að sjónvarpa verði ekki lengur með sjónvarpsfréttir. Svo er það. Það verður hróðalegt áfall að vera bara með eina sjónvarpsfréttastöð á Íslandi því að það setur svo mikla ábyrgð á ríkisútvarpi. Maður vill hafa samaburð annars staðar. Þannig að mitt svar er þetta og svo kemur lokapunkturinn. Við erum sem sagt á alþjóðlegu markaði í samkeppni. Það er í raun og veru það sem við erum átt okkur á. Og þetta meinta forskot ríkisútvarpsins er nú ekki meira en það að það nemur einni Netflix áskriftamann eða einni Spotify áskriftamann, en fyrir það er að fá samskonar hlut. Við borgum Landspítalann fyrir að lækna okkur, Þjóðleikhúsinu fyrir að setja upp sýningar, Hörpu fyrir að setja upp heimsklassa viðburði og barnabókasöfnunum fyrir að lána börnum bækur og ríkisútvarpið er hluti af þessu menningarlandslagi Íslands, menningarauðmagni og veitir ekki af í þessari alþjóðlegu samkeppni. Það er margt mjög gott við ríkisútvarpið að mínu mati. Annað finnst mér síðra. Mér finnst sko að ríkisútvarpið hafi seinni tíð ekki alveg náð að rækta það hlutverk sitt að það er forgjöf og ríkisútvarpið á að styðja einkamiðlun með því að fjalla einkamiðla og grasrótar framtak og svona. Ég hef stundu sagt áður við þetta borða að fréttastofa ríkisútvarpsins hefur einu sinni fjallað okkar framlag hér og það var í neikvæðum tilgangi. Það var þegar þeir sátu fyrir okkur. Við heldum að þeir voru að koma til þess að fjalla það að við vorum í fjáröflunar helgi, unnum dag og nótt, en þá fóru þeir að snúa því upp í einhverjar sósíalistaflokks deilur við Gunnar Smára sildu svolítið undir fölskuflæki. Mér finnst allt í lagi að ríkisútvarpið njóti sinna forréttinda ef það sem sagt hefur þá stefnu að lyfta einkareknum fjölmiðlum sem skildi í ljósi yfirburðana og svona fjalli svolítið aðeins meira þá og svona. Þetta er náttúrulega bara eins og hvert annar röfl, þetta er svona kaffistofuspjall en svo líka annað, Stefán Jón, sem að mér finnst að mætti kannski fara aðeins betur hjá okkur. Það er það að í gamla daga þegar þú varst þarna, þá var þetta allt, þið voruð að framleiða efni sjálf og þið voru með svona heildarsýn og þið voruð að velta fyrir okkur hvað þarf Ísland að vita, hvað þurfum við að gera og allt það. Núna er þessi útvistun verkefna, hún er náttúrulega orðin svo víða og svona, hvað maður að segja, bragurinn eða blærin á efni ríkisútvarpsins, hann er ekki heildstæður eins og var. Þarna undanskilja reyndar Rás 1 held ég að mestu og ég geti kannski undanskilið eitthvað fleira, en er þetta eitthvað sem að væri alltaf gott að athuga? Já, ég held það. Stjórn hefur alltaf mikil hlutverk sem ég rakti þarna á fundinum, en hún hlutast ekki til dagskrá, við höfum ekki gert það. Og
þetta sem þú nefnir ekki verkahring stjórnar og ef að fréttamennir eru leiðileg við einhverja, ég fekk síðast í morgun kvörtun, þá bara mitt svar, nei, ég kem ekki nálægt þessu. Og það bara svoleiðis. En hins vegar ég orðin, og ég segði það í ræðu minn og ég fór aðeins yfir stöðu blaðamennsku, þá ég að tala um blaðamennsku í gamla góða skilningu, journalismi það eru dagskrárgerðarmenn, það eru fréttamenn, það eru í raun og veru allt sem segir sögur í fjölmiðlum. Þú ert journalisti og ég að hluta stundum og málið þetta að þessi grein í okkar lýðræðisþjóðfélagi hún á mjög undir högg að sækja, blaðamenn eiginlega válista. Þeir eru það, bara eins og fuglar, bara eins og lóin og spóan og lundin og það hefur orðið, mér skilst á greinu sem ég hefur verið að fletta upp, voru blaðamenn 3000 fyrir 10-15 árum, 10 árum og þeir eru konið niður fyrir 1000 núna en upplýsingafulltrúar eins og þú hefur verið og margir aðrir eru miklu fleiri og þeir vinna við það með fullri virðingu að framleiða ákveðna sérhagsmuna útgáfu af sannleikanum af samfélaginu og mata sífellt veikari fjölmiðla og fréttastofur á sinni útgáfu af veruleikanum sem síðan verður bara útgáfa en hinn raunverulega hlutu sem þú varst að tala það að segja hvað að gerast í íslensku samfélagi það undir högg að sækja og þess vegna hef ég og lagði á það áherslu, ég held að við þurfum að huga að því inn á Ríkisútvarpinu og bara reynilega að spurja starfsmenn, hvernig getum við byggt upp það sem við köllum góð dagskrár fréttamennska inn í þar og ég vil að Ríkisútvarpið hafi í huga líka blaðamennsku almennt í samfélaginu, hvernig getum við stutt við hana með góðu móti, getum við haft góð áhrif út á við, getum við einhvern hátt liðka fyrir og ég veit að menningarráðherra í sínum áformum að breyta fjölmiðlalandslæginu hefur talað það að Ríkisútvarpi eigi að vera meira svona, hann hefur nú ekki talað orðið móðulegu hlutverki en styðjandi. Ég styð það mjög vel, ég styð það mjög mikið, ég veit ekki, ég get ekki og ég með ákveðnar hugmyndur útfærslu, ég vil ekki segja það því að þá var það skotið í kaf en við þurfum að hugsa það að Ríkisútvarpi hefur núna aðra samfélagsskyldur heldur bara fyrir 5 árum í raun og veru því að ég bæti því svo við að það sem nú að gerast með erlendu samfélagsmiðlana sem hafa ekki bara þessi, taki ekki allar þessar auglýsingar heldur hafa rosaleg samfélagsumræðu áhrif inn í landinu. Forseti Íslands var að vekja athygli á þessum daginn. Þessum fjölmiðlum öllum stýrt af ofurríkum öfgamönnum. Þeim bara í gegnum Facebook, Bezos í Bandaríkjunum og tökum línuna áfram að þeir eru farin að stýra þessum fjölmiðlum á Elon Musk og miklu skýrari hátteldur en áður séð og það setur svip á samfélagsumræðunum allan heim og líka á Íslandi sem setur okkur í ennþá meiri vörn en áður og svo bætist við gervigreindin og ég spurði nú bara í mínu ávarpi halda menn í alvöru að gervigreindin fari ekki sömu leið og samfélagsmiðlarnir þannig að það verði byrjað að kaupa áhrif innan hennar ég lesi greinar að það sé byrjað og að við verðum seld sem neysluvarningur vegna þess að það ekki tekjumódel í gangi. Mér finnst það eiginlega bara no-brainer. Það bara liggur í augum uppi. Það er búið að sturta $3,000 milljónum í að fjárfesta í gervigreindar ýmsum módelum. Það eru örfá krónur sem leka inn í notendagjöld. Það ekkert upp í þessar fjárfestingar og þessi kallar þeir eru í kapphlaupi núna með að ná sem bestum árangri og ná fórustunni og síðan á að byrja að mjólka okkur og hvernig verður það gert? Ekki með áskriftargjöld, það verður gert með auglýsingum, áhrifum á okkur og þá er ég búin að púsla þessu saman það er gervigreindin, það er samfélagsmiðlarnir, það er auglýsingamarkarinn og það er hrun íslenska blaðamennsku, ég vil tala bara um hrun og þá stönduðu upp í bara mjög veikburða og þá segi ég og bara leyfi mér að klikki út með því við erum þó heppin að eiga það menningar og auðvitað sem Ríkisútvarpið hefur byggt upp á 100 árum það liggur við þessi orðið 100 ára og það sterkan almenningsmiðil eigum við og það er meira en margar þjóður geta sagt en nú bara stæðja mikil hætt að af því að þú færiður okkur þjóðarsáluna Íslendingi sem hringdi inn og allt í hennu fékk skoðanans vægi
Ríkisútvarpið að Rás2 núna með þjóðarsál. Getur íslenskur almenningur hringt inn? Nei. En Bylgjan með það? Er það? Já. Ég held að Rás2 sé ekki með neina svona opna línu út og satt að segja hef ég einhver sagði við mig fyrir mörgum ári og nú er Facebook búið að eyðileggja þetta módel síðan svo segi ég. Nei. Algjörlega. Já. Bein lína inn. Það er að segja, þú veist, ég var einhvern tíma búin að skrifa upp hvernig svona þáttur ætti að vera með nútímafélagsmiðlum í samspili og það er bara tilbúið. Okay. En ég má ekki hafa áhrif á dagskrá. Þú voru bara að lauma til einhvers annars. Nei, en þetta er sko svo lafhægt að efla áhorfenda samskiptin í Dagsins hefur aldrei verið auðveldara. Nei. Það þarf að gera þetta ábyrgan hátt og allt það. En sko ég held að þau eru byrjuð til, ég sá til dæmis í torginu daginn, þá eru byrjuð að auglýsa eftir í sjónvarpsþættinum, umræðuþættinum. Sama dag gat fólk sent inn tölvupóst með spurningum. Já. Næsta skref er auðvitað að loka sig inn á Zoom og bera spurninguna í byrni. Já. Þessi gamla hugmynd með að blaðamenn séu hliðverðir og við ætlum að ráða hvað verður á dagskrá, þetta er náttúrulega allt löngur hunnið. Sko. Það er löngur hunnið en það er hægt að byggja upp út frá sömu grunngildum með miklu beinni þáttöku almennings. Já. Það er ekki vandalaust, myndi þetta ekki huga að halda þið fram sérstaklega vegna þess að það er orðin svo mikil við bjúkum í saklausu samfélagi með þjóðarsáluna, það voru ekkert margir í að reyna að stýra umræðinu inn í svoleiðis. Það voru ekkert, menn bara gútiruðu það að þetta var fráls vettvangur. Í dag myndum við rjúka upp einhver tjöldin og búa til alls konar botta. Við vorum bara hlýðin og hlustuðum. og hringdu, en núna myndi sko myndberja manipulera og það veit, og það er það eitt af því sem ég er að vara við núna. Forseti íslenskeri líka og ég bara, við erum sammála. Gott er þá, eins og maður segir, þegar fólk er sammála að það verður alveg klárlega reynt að hafa áhrif á lýðræðislega umræðu á Íslandi með utanakomandi þrýstingi. Hversuna skildi það ekki gerast hér en alls staðar annars staðar? Talandi það, þú nefnir í ræðuðinni þarna að í traust mælingarlegu tilliti þá standi RÚV vel í samanburði við aðrar sennilega fjölmiðlastofnanir. Nei, aðrar stofnanir, bara opinberar stofnanir. Þótt trausti til fréttamiðla almennt hafi hrakað, einnig gagnvart Ríkisútvarpinu segir. Hver er mælingin núna frá ári til árs? Hver mikið fjall á milli ára, manstu það? Ekki milli ára, nýjasta sem ég hort á er 5 ára tímabilið. Og Ríkisútvarpið misti 10 punta, 10% stig. Já, þó svo. 75-65, eitthvað svoleiðis. 77-67, eitthvað svoleiðis. Hvernig skýrir þú það sjálfur? Ég get ekki skýrt það. Nei, en þó er eitt. Ég get skýrt það vegna þess að það er samskonar leikni á öllum fréttastofum landsins. Það er að segja það er á Morgunblaðinu, það er á Vísi, það er á öllum, það er minna traust. Já, en eitt af því sem að rökstiður Ríkisútvarpið er traustið og hefur verið meira traust. Og þá er spurningin þessi sem að starfsmenn Ríkisútvarpsins spyrja að byrju, af hverju er þetta svona? Þurfi að gera það. En eitt svarið er það að almennt er bara leiknið niður á við og það er efnislegt svar. Annað svar gæti verið við stöndum ekki nógu vel, það gæti verið en heildartraust Ríkisútvarpsins mælist nokkuð hátt já, bara mjög sambærilegt, ég segi ekki eins og björgunarsveitirnar en bara langleiðina og síðan eru svona mælingar sem eru gerðar einu svona ára og spyrja sko, telur þú að Ríkisútvarpið hafi samfélagslegt gildi og hafi erindi og allt það stendur mjög vel. Þannig að já, það má alveg segja það að starfsmenn Ríkisútvarpsins geta borið höfuð átt hvað þetta varðar. Algjörlega. En þessi leikni niður á við fyrir alla fjölmiðla og ekki síst Ríkisútvarpið er ekki góð. Og þegar maður segir, já við getum ekki hort upp á saman næstu 5 árin. Það er ekki samanlega, ég tel að þessi ekki hægt. Mín skoðun er að eitt af því sem skýrir þetta sé misskilningur fréttastofu Ríkisútvarpsins, að það sé hlutleysi
að fá mann með vonda skoðun og mann með góða skoðun alltaf til þess að taka endalausan debatt eða þá sagði hún í kvöld og sagði hann á morgun. Ég held að við lifum tíma þar sem að sko fjölmiðlar þurfa starfsfólk sem býr yfir þekkingu til þess að greina inntak, samhengi, hvað skiptir máli og það þurfi einhvern veginn að bara lyfta því betur. Já, ef við værum núna upp á kaffistofu Ríkisútvarpsins og værum með 4-5 súperfréttamenn þeirra með okkur, þá myndum við allir taka undir. Við myndum gera það. Og það er gott að heyra þá. Já, ég hef ekki átt að samtali, ég er bara alveg sannfærður að svo væri. En þess vegna vil ég núna athuga hvað við getum gert með starfsmönnum til að byggja upp þetta svona ritstjórnarlega sjálfstæði ég hef talað valdeflingu blaðamanna og ég er ekki bara að tala Ríkisútvarpið, ég myndi gjarna vilja sjá þetta víðar og til dæmis það var eitthvað til þegar ég byrjaði í fréttamennsku, það var ekki til sem hét símenntun. Nei. Nú er það bara orðið eitthvað sem er krafa í samfélaginu og það er meiri segja orðið þannig að við gerum kröfu til þessa ákvæðni starfsmenn hvort sem það er á fjölmiðlum eða annars staðar fari rói á djúpmið, skilji til að minnstakosti jafnvel og æðstu ráðamenn ákveðin atriði varðandi okkar samfélag. Mjög gott. Það er þannig. Ég stið það. Já, það verður að vera þannig. Og þá tökum við bara nokkur atriði. Sko, til dæmis, eitt við getum tekið atriði eins og, nú hefur náttúrulega komið upp mál og það verið mikið umræðinni vetur gegnum Kveik og aðra miðla þess að söguleg meðferð á börnum. Hvernig þetta var. Vaknar óþægilega spurningur býtu, er með allt í lagi núna? Það veit ég ekki. En það vakna óþægilega spurningar. Annað sem er náttúrulega spurning er umhverfismál í þessu víða samhengi af því ég bara skrifað þau og þekki þau, þá spyr ég það. Sko, efnahagsmál eru mjög fyrirferðarmikil hérna en þau eru rosalega og ég er ekki bara gagnrýna Ríkisútvarpið fyrir það en ég er eiginlega bara kerfið okkar í heild er alveg ofboðslega innfeldningslegt í umræðum efnahagsmál. Þetta gengur út á sömu 3 talandi kallana sko. Allan tíman. og hérna svo lesmaður sko djúpar analýs og hvað er að gerast í heiminum, sérstaklega núna í kringu stríðið og fær svona vísbendingar að það sé nú ekki allt sem sýnist í okkar hagkerfum og íslenska hagkerfi þarf svo sannarlega að fá sko innspýting og aðhald víðar að og ég er ekkert vissum og tel ekkert bara raunverulega eðlilegt að það núverandi kringumstæður séu margir blaðamenn á Íslandi sem séu ofboðslega hæfir í að greina efnahagsmál og hagtölur og hagkerfið og ég held að ekki frekar en umhverfismálin og síðan önnur varandi ákveðin félagsleg mál þetta til dæmis með, ég held að þetta erfiðasta mál sem Ísland stendur frammi fyrir núna er hreinlega hvað ætlum við að gera í menntamálum og það að ræða það endalaust hvort börnin er skítfalla á prófum með 0 eða O það er ekki umræðefni en í það fyrir orkan hún er niðurdreipandi orka þetta tillingaskít fyrirgefði þannig þegar sko samkvæmt úttekt OECD er bara Ísland mjög aftala á merinni varðandi stöðu í menntamálum bara graf alvarlegt mál og að því ég var nú að fundi í morgun hjá ríkisstjórninni nýju atvinnustefnuna þá leyfi mér nú ekki á með það sko að hérna það sem við þurfum í menntamálum hefði þurft að byrja fyrir 10 árum. Við erum fyrir aftan byrjunarreit. Og það er bara þannig. Því að árangurum mun ekki skila sér fyrir einhver tíman á öðrum áratug. En við þurfum að byrja þessu strax. Og þetta er alveg svakalegt að hugsa til þess að eina náttúrulega auðlindin sem eftir er á Íslandi og er ótakmarkuð er mannvitið. Það er eina auðlindin sem er ótakmarkuð á Íslandi. Það er bara menning okkar og mannvit. Sköpunargáfan. Og ef við ætlum ekki, svo telur mann að virka. Ef við ætlum ekki að virka þessa auðlind, þá er hitt til einskis.
Treystið þú virkir heilana hjá starfsmönnum Ríkisútvarpsins enn betur. Já, ég myndi ekki vera glaður eða ég alveg sem að vilja það, en Ríkisútvarpið mjög mikilvægt, en við þurfum að hugsa fjölmiðlakerfið okkar í heild út frá því, og við erum bara að muna það, við erum komin í mjög erfiða alþjóðlega samkeppni á þessu sviði menningar. Já. Mér langar líka bara að svara þér svona rétt í lokin á þessu samtali okkar. Þetta sem þú nefndir áðan með flóttan úr blaðamennskunni yfir í stétt upplýsingafulltrúa. Þetta svona 10 sinnum erfiðara starf að vera góður blaðamaður en að vera góður upplýsingafulltrúi. Ég alveg lágmarki 10 sinnum. Það lágmarki. Og þetta er mjög brenglaðar hugmyndir gildismat okkar tíma. Að sko sá sem að hættir í erfiðadjópinu og fyrir léttadjópið að laun hans hækki kannski 3-falt og vinnutíminn styttist 3-falt. Þetta ég veit ekki hvernig við förum að því að vinda ofan að þessu, en við þurfum að gera. Þetta er hluti af því sem ég var að nefna að vera að læsa á hagkerfið. Já, einmitt. Auði og völdum er skákað á svo óbáslega ójafnan hátt. Og fréttamenn sem sjá þetta ekki. Og halda alltaf að aðalhagfræðingar bankarnir séu með allt á hreinu. Akkurat. Það er della. Mér líka þau loka orð. Kæra þakki fyrir komuna, Stefán Jón Hafstein. Og úr þessu ætlum við held ég að fara yfir í tónlist, ekki fara langt eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Pálmi Sigurhjartarson, hvað að segja, píanisti, hljómborðsleikari og tónlistarmaður, er flestum kunnur, ef að segja bara fyrir snilld sína. Ætli ansi mörg okkar hafi ekki hreyft skangana undir bíti frá Pálma og félögum. En nú stendur hann á tímamótum. Fyrsta píanóplata hans, kannski merkilegt nokk, er að koma út og Pálmi er hingað komin að rauðaborðinu. Vertu velkomin, Pálmi. Takk fyrir að fá mig. Sko þegar þú sagði mér þetta, að þetta væri þín fyrsta píanóplata, þá var ég svolítið hissa. Ég hélt að þú væri búin að gera eitthvað af þessu. Já, ég er búin að vera einfalda með lífið svona með árunum. Það var alltaf hljómsveitarplötur svolítið mikið. Ég reyndar gaf út mína fyrstu sóloplötu fyrir 4 árum. Já. 5 árum. 2021. Já. Sem var tvöföld vínilplata, 17 lög. Já. Og þar svona fór ég svolítið að syngja meira líka. Já, já. Og svo hef ég gennum tíðin að verið náttúrulega að gefa út tónlist með eins og Sniglabandinu og verið svona öll þar í lagasmiðum og útsetningum og svona öllu því. Já. Svo hefur svona, finnst mér áhugavert að minnka umgjörðina svolítið og ég náttúrulega hef bara starfað sem píanóleikari í 40 ár. Já. Það er rauði þráðurinn hér í þessari, talandu það. En þannig að mér, fór bara að hugsa þetta núna í janúar, ég hef aldrei tekið bara píanó. Síðasta ár þá gerði ég, ég og Stefania Svavarsdóttir, við gáum út plötu, píanósöngur, sem er live upptökur úr Eldborg. Já. Og tónleikaröð sem við höfum verið með þar yfir sumarið. Og þá er næsta skref að vera bara með píanó. Já. Eins og þú segir, kannski er þetta eitthvað sem fylgir árunum að leita í einfaldleikan, í það sem er hreint og tært. Hreint, já. Og líka ef þú hefur eitthvað, ef þið finnst þér að þú hafir eitthvað að segja með einfaldleikanum, það er
kannski flóknasta listformið líka. Já, nákvæmlega. Að gera hlutina þannig að við virki og séu áhugaverðir. Þá er það mikil áskorun. Já. Meiri áskorun heldur en margt annað. Aðeins áður en við förum í aðdraganda þessar píanóplötu og hvernig kannski COVID var svona ákveðin örlagavaldur, ég veit ekki hvað mann segja það, en sko þú segir ég er búin að vera bara píanóleikari í 40 ár. Undir það fellur að þú hefur náttúrulega verið í dansiballa bransanum, spilandi og synthesizera og alls konar hljómborð. Jú. En píanóleikari, það svona þannig sem þú skilgreinir sjálfa þig. Já. Og hvernig varstu til sem tónlistarmaður? Hvaða leið fórstu? Þú ert fæddur 65. Já. Hvernig bar þetta til? Það bar til þessar myndir að þegar ég er líklega kringum 6 ára aldur þá keypt píanó heima. Pabbi minn það hefði verið píanó á hans æskuheimili og hann hafði lært og hann las notur og allt það. Og eldri bróðir minn sem er 3 árum eldri, hann sendur í nám í Barnamúsíkskóla Reykjavíkur. Og hann byrjar að læra og ég byrja að hlusta. Og svo þegar hann búinn að æfa sér á daginn, þá fór ég og spila það sem hann var að æfa. Já. Og hann ég bara á þetta allt upp, sko. Það límdist bara. Já. Svo byrja ég að læra hjá sama kennara og þessi sömu lög og ég var svona í námið þangað til ég var 12 ára. En þetta lá einhvern veginn þannig fyrir mig að ég lærði bara lögin. Ég var ekki að tengja við nóturnar beint. Nei. Og var farin að spila allt sem ég heyrði fram á þessum árum, svona fram á unglingsárin, sko. Fórstu snemma að snúa upp á lögin? Eða spilaður þau eins og þú heyrðir þau? Fórstu að leika þau með þau? Ég fór meira að leika með þau og búa til svona mínar útgáfur af því. Já, alltaf átt erfitt með að kópera. Já, einmitt, það svo leiðilegt. Það bara það leiðilegsta sem ég veit. Sammála. Af því að til hvers að taka eitthvað þegar það búið að gera hvað sem er. Þetta er að gera þínu útgáfu. Já. Og það á bæði við í hljómsveitamennsku og í bara einuföldum hljóðfæraleik. Já. Og mér finnst það eiginlega tilgangslaust að mörgu leiti að gera hlutina eins og einhver annar búin að gera. Fyllilega sammála því. Nótu. En ég raunur að hætti svona formlegu námi bara 12 ára í píanóleik. Já. En þá var ég líka búin að ákveða það að ég ætlaði að fara og mér langaði, þetta var það sem mér langaði að gera. Varstu þá komið að gengja bílskúr eða einhverju svona aðstöðu? Nei, það var bara píanóið heim í stofu. Og svo byrja svona, og unglingsárum byrja svona hljómsveita eitthvað aðeins með, en ég var eiginlega unglingsárin svona þessi 13, 14 og 15, þá var ég meira og minna að stúdera þetta. Já. Og spila bara heima. Já. Og ég held að það sé, ef þú gerir eitthvað á þessum árum, á þessum mótunar árum, og kafar djúpt í eitthvað, þá ertu komið með það svolítið fyrir lífstíð, sko. Já. Þóttirðu sérstakur í þinni fjölskyldu vegna þessara gáfu? Já, ég hugsa það nú, sko, og meðal svona, ég var ekki mikið að deila þessu svona eins og því ég var í grunnskóla, fyrir en ég var eiginlega tilbúin. Nei. Fyrir en ég var bara komin í, þú veist, orðin, já. Og þá bara vinur þinni, vá! Já, svona nánustunni vissu það og ég var að spila Bítlana og ABBA og allt þetta dót. En bara þegar ég var í 9. bekk sem er 10. bekkur í dag, þá einhvern veginn bara sprakk þetta allt út, sko. Já. Bara öll þessi orka. Já. Og ég mani, og líka þetta áhugi fyrir leikhúsi versus tónlist. Já. Ég sá söngleikin Gretti í Austurbæjarbíó þegar ég var einmitt í 9. bekk. Það var rosa mikil opinberun fyrir mig. Já. Og bara hlustandi á þessa mikið af þessari íslensku tónlist sem fylgdi manni í 70s. Stuðmenn, spilverk, Þjórsárflokkur, Bó og nafni minn Gunnarsson. Þessi og Magnús Eiríksson. Þetta er náttúrulega bara því líka katalógur. Já, þá ættu búin að fá þessa brjálæðislegu hugmyndi það sé kannski bara hægt að lifa á þessu. Já. Og fyrirmyndirnar einmitt, þarna, þessi kynslóð af tónlistamönnum.
og líka það að búa til tónlist að það bara bæði hipp og cool að syngja á íslensku og líka það hérna og kannski hlustandi á stuðmenn sem að fara úr einu í annað í tónlistarstílum, það var eitthvað sem að heillaði mig. Ekki vera alltaf í sama kassanum. Sko. Þannig að þú alltaf verið svona galopin fyrir því að fara í allar áttir. Já. Og það það sem svona finnst mér það sem að að við búum líka bara í þessu litla þorpi. Að geta verið prófa margt og spila. Hefurðu verið mikið í leikhúsi? Ég hef gert það, já. Svona gegnum árin. Ég var með Vesturporti í 3 sýningum, fór til London 2008 með eina sýningu þar sem ég var að setja upp á samt Gísla Erni og söngleik sem að hafði verið hérna í Borgarleikhúsinu og var síðan eftir í sýningunni að ég leik alltaf píanóleikara. Þannig að og svo vinna hefur alltaf heillað mig þegar maður hefur að vinna frá grunni með leikhópi eða leikstjóra. Þannig að það hefur heillað mig mikið. Ekki beint svona söngleikja, ég hef ekki sérstakann áhuga á svona þessum söngleikjum almennt. En ég hef áhuga að vinna tónlist inn í leikhúsi. Sem hluti af eða semja. Og hvaða hljómsveitir hafa svona ef við tökum þær hljómsveitir sem þú hefur verið lengst í, hvaða bönd eru það? Þetta byrja með blues hljómsveit, Kentár, sem við vorum sko hérna in the 80s að spila sko blues sem var eiginlega alveg á skjön við allt sem var í gangi þá. En ég vil meina það að fara svona að rótum rytmans eins og talaði að spila þetta einfalda form spuni, að það sé eitthvað besti undirbúningur út í allt litróið tónlistarlega séð. Talandi um einfaldlegan aftur. Já, en það líka í ákveðnu frelsi og það skila sér í hverju sem heldur en að vera kannski þá á, þegar maður kannski þarna var maður komið svona út í bransan en að vera þá, ef þú væri alltaf eingöngu að kópera einhverja tónlist þess tíma og það út af fyrir sjálflega en ég held að maður læri meira af hinu að byrja í spunanum. Hefurðu samið marga svona notafa blúsa sjálfur? Ég hef samið lag sem heitir Blues er leiðilegt lag og það hérna kom út með Sniglabandinu en það reyndar hefur ekkert með blúsin að gera, það bara sko leiðileg tónlist getur verið afskaplega leiðileg en það á við alla stefnur. Sko ég var aðeins fengist við að semja og stundum líður mér eins og ég sé mig eitthvað en ef ég reyna að semja eitthvað með blúshætti þá finnst mér eins og það hljóti sko þetta svo erfitt form og finnst mér eins og allir hljóti að hafa gert það 1.000.000 sinnum. Það þekkir vandamálið. Það vand með farið en það sumum mjög auðvelt að gera það samanber Magnús Eiríksson sem að samdi alltaf inn í því formi þó að var ekki kannski alltaf í endilega þriggjahljóma forminu sko en hérna svo, það getur verið erfitt því að þá ertu farin kannski að endurtaka eitthvað sem þú bara heyrt. Og svo það Kentár sem sagt og svo það Sniglabandið. Já, það kemur reyndar hljómsveit í milli sem að héti Íslandsvinir og einn af þekktust fyrir demo sem var óvart gefið út og fjallar það að fá að heyra eitthvað íslenskt lag, gætu við fengið að heyra eitthvað íslenskt sem að varð eiginlega það var ansi vinsælt. Pétur Kristjánsson heitin, hann heyrði þetta demo hjá okkur og hann vildi bara gefa þetta út 1, 2 og 3 og það var svona það var band sem var svona að leika sér með alls konar stíla og meira svona kannski, svona sveiflumúsík og upp úr því þegar við hættum þá það saxófonleikari sem heitir Sigurður Jónsson, Sigurður Peres, Siggi Peres hann stofnar Milljónamæringana með Sigtryggi Baldurssoni og mér boðið í það kompani en það átti bara reynd að vera 2 helgar en ég var þá upptekinn í einhverju öðru og komst ekki
Þannig að síðan 2022 þá endurvekur Sigtryggur Bókomil og ég þar borð í því bandi sem í dag. Já. Þannig að svona gerast hlutinu stundum. Já, þetta eru ólíkir skólar. Þú ert svolítið að svona fjalla það að þú áttir ýmis líf í ýmsum hljómsveitum. Já. Nú svo þarna, 1992 þá mér boðið í Sniglamati. Já. Sem var 5 manna band með hljómborðsleikara sem Einar Rúnarsson sem spilar, en það vantaði ekki beint hljómborðsleikara í bandið en ég hafði mikinn áhuga og þar var eitthvað svona þessi orka það sem allt var leyfilegt og það var heldur ekkert leiðilegt og það rímaði ágætlega við minn smekk og það hefur reynst farsælt gennum tíðina. Þú ert enn þar? Enn þar og við vorum að æfa núna helgina því við erum að fara að spila á Hammondhátíð næstu helgi á Djúbói og það er yndislegt að hittast og þó við séum ekki mikið að spila, við náttúrulega fögnum 40 ára afmælið á síðasta ári og erum ennþá að fagna því. Ótrúlega úthald. Já, en við höfum náttúrulega ekki verið spilandi alveg öll árin, svona, en alltaf eitthvað. Jónas byrjaði í gríni áður við settstjórna hvort þið verður ekki allir konur á snúrun og það er ekki þannig. Þú ert... Ég hangi. Þú hangir. Drekkur þetta kampaðum bara þegar Já, mér finnst það gott og allt þetta gott í hófi. En ég á ekki gott með að því ég spila mikið þar sem ég bara einn hituna að það samræmist ekki að vera undir áhrifum. Nei. Og það vont. Já. Og það er eiginlega varla boðlegt. Nei, og það nú svona önnur stemning akkur þessu í dag heldur en var sem á 9. áratugnum hérna. Virkilega. Já. En Stíklabandi við höfum náttúrulega starfað, það er band sem stofnað 1985 og ég geng í það 92 og það maður sem stendur upp á þar og þar meðal annars útastættir sem við gerðum á Rás 2 sem voru gengu í mörg sumur sem að gengu út í það að spila fyrir óskalög fyrir þjóðuna sem við vissum ekki hver voru. Rósalega stórt apparat, var þetta ekki flókið tímafrekt og bara svona klikkað? Þetta var í raun og veru ekki flókið fyrir en eftir því það tók svo mikla orku að fara á sunnudögum á besta tíma í útvarpi og bara annarkvort ertu að fara að skjóta því í fótinn eða þetta bara gengur upp og við létum þetta alltaf ganga upp og áttum bara samtal við fólk og ef við varum með fullkomna áráttu þá náttúrulega hefðu við aldrei gert þetta. Nei. Þetta snýst ekki það, þetta snýst að taka mómentið og grípa það og gera það skemmtilega sem að ég held að okkur hafi nú tekist. Kannski hefur þetta sem þú lýsir þarna verið ákveðin andstæða við það sem við ætlum að ræða núna næst sem er þessi píanódiskur þinn. Já. Af því að hann þarf að þola margar hlustanir og þarna þarftu svona... Já, og það er kannski það sem maður er búin að æfa sig í gegnum árin með því að vera að leika einn. Og svona að þá þú getur ekkert skautað yfir það. Nei. Þetta er ekki ball það sem að engin mann eitt eftir kvöldi. Þetta þarf alltaf að vera á réttum stað og þú þarf að gera það að virki það sé áhugavert að hlusta. Já. Þegar skall á COVID þá fékkst þú hugmynd heima hjá þér. Já, þá var komið samkomubann og maður náttúrulega mátti ekki gera neitt og það er skrítið þegar þú ert búin að gera það að þinni atvinnu að koma fram og spila tónlist að geta ekki gert það og einhvern veginn að gefa fólki það meina ég að það er náttúrulega ákveðin gjöf að koma fram og spila fyrir fólk þú færið svo margt tilbaka. Þannig ég tók upp að því að postaði á Facebook að ef að fólk vildi óskalög þá myndi ég glaður gera það og ég gerði það í 43 daga. 43 daga? Já. Á þetta tíma sem er bara einhver 2 metra regla? Já, og það er nákvæmlega þessum tíma fyrir sem þetta er 2020 sem þetta er. Það er 6 ár. Þetta var einmitt frá apríl fram í byrjun mæ. Því ég mani svona 3. og 4. mæ þá var fara að rýmka og einhvern veginn sólin komin upp og
þú máttir bara einhvern veginn hitta fólk. Þá fannst mér þetta líka orða ágætt, en það bara orðið fínt. En það var bara ákveðin svona sáluhjálp í því að vera í sambandi við fólk og fá bara viðbröð og halda yfir efnið að gera. Já. Og þarna þetta spila á eins og þú segir sjálfur einhverju færslu bara svona upprætt píano eða þú ert ekki með flíl. Nei, bara píanoð er ekki alveg rétt tjúnað. Nei, það náttúrulega var ekki tækt að fá stillinga. Og þarna ferði í gegnum eitthvað ferðalag bara með sjálfur og fullt af lögum sem ég hafði aldrei spilað. Og þá bara hafði ég ástæða til þess að spekla yfir í því, æfa með þess því maður hafði svo sem ekkert annað að gera. Ég var reyndar stuttu áður, haustið 2019 komin í kennarastöðu hjá tónlistarskóla Árbæjar. Þannig að ég var með það þó og við kendum í fjarkennslu. En þetta er svona hélt manni við efnið. Og getur við sagt að hugmyndin að útgáfa þessa píanodisks, hún sem sagt náði þarna aftur til þessa COVID-10? Bæði og, já. Svo reyndar fór ég að hugsa þegar ég var leiðin tíðin. Það var, ég var fyrir 3 árum, þá var Hótel Borg með svona, þeir gerðu svolítið í því, eða sér satt fóru að bjóða upp á lifandi tónlist á veitingastaðnum. Og vorum nokkri tónlistamenn sem sáum það að spila fyrir matagesti. Sem að getur sko verið ansi gefandi líka því það er svo mikið æfing í því að skila tónlist þannig að hún verði áheyrileg. Hún sé ekki bakvið. Nei, einmitt. En heldur ekki að yfirtaka allt. En ég var semst að spila þarna eitthvað kvöldið og var búin að var að ljúka leik þegar kemur til mín núverandi heilbrigðismálaráðherra Alma Möller. Hún hafði verið gestur og sagði Pálmi minn, ég bara mæli með því að þú bara gefir út bara svona þessi lög. Já. Þú veist, og eitthvað af þessu lögum sem ég var að spila eru á plötunni. Þannig að hún kannski svona sáði þarna einhverju frægi. Já, einmitt. Og ég sagði, nei, ég má ekki gera það kannski. En svo einhvern veginn, að því að það er oft þannig með hluti sem eru bara einhvern veginn alltaf við hliðina á manni. Maður hugmyndir eða gjörðir, þær kom ekki upp á yfirborðið fyrir bara, auðvita. Það er nefnilega málið. Já, ég meina, það er bara fáránlegt að gera það ekki. Já. Og hvað er þetta mörg lög sem eru á... Þetta eru 13 lög. Já. Ég er búin að heyra 3 þeirra. Þú var svo örlátur og sendi mér 3 lög. Já. Og kannski gaman að segja frá því að við endum þetta spjallunum eftir með því að það verður frumflutt held ég geti sagt bara eitt af þessum 13 lögum. Já. En sko ég hlustaði á þessu lög. Já. Og ég fór að hugsa sko, er þetta tekið upp við bestu aðstæður? Já. Í hvaða hljóðveri? Þetta er eiginlega tekið upp, ekki beint í hljóðveri, þetta er tekið upp í Hannesarholti. Hannesarholti? Á Grundastíg. Það sem er frábært lítill tónleikasalur. Já. Það er úrvals hljóðfæri, Steinway flýt sem Víkingur Heiðar valdi á sínum tíma. Akkurat. Og ég hef oft spilað þarna og var svona speklar í þessu hvar ég gæti gert þetta. Og ég fór að tala við þau og það er mikið að tónlistafólki að taka upp þarna. Þó meira í klassíska geranum. Já, einmitt. Og það var bara sjálfsagt mál og ég var þarna, þau náttúrulega eru með lokað frá sunnudegi til miðvikudags og ég var þarna sunnudag og mánudag. Og átti á græjur í þetta til þess að taka upp. Þetta er nú allt orðið svo, þetta er nú ekki flókið mál en tók með mér félaga minn sem er einn af bestu hljóðmönnum landsins, Sigurvaldi Ívar Helgason frá Hvammstanga. Og hann hljóðritaði þetta og var með mér í þessu. Á hvaða tímum sólarhring spilaði þér? Ég spilaði, þetta er allt svona milli 2 og 5 á daginn. Og voru sumi dagar þannig að þú gast ekki neitt alveg saman? Já, sko, þetta voru bara 2 dagar. Já, þannig að fyrir dagurum var svolítið að koma sér stað. Á fyrir deginum gerði ég 2 tökur sem að ég lét standa. Og svo var ég bara, ég hafði verið að keyra að norðan deginum áður. Vorum þar að var ég að æfa með Gildrunni. Ég náttúrulega hef verið með þeim líka. Og við höfum verið í æfingasessjón þar og ég fann bara að það var svona, ég var ekki alveg
Jú veist, ég bara fann það og hugsaði, þetta bara fínt, við höldum áfram morgun, daginn eftir, á rúllaði bara öllin. Já. En áður en koma upptökunum sjálfum, þá hefur náttúrulega þurft að taka 1.000.000 ákvarðanir. Já. Varstu með einhverja leiðsögn eða var þetta allt saman bara þú að klástu sjálfa þig? Ég var með að mestreiti bara hlustaði á sjálfa mig og mína nánustu líka með lög, með lagaval. Ég náttúrulega ofta að spila hvað sem það fyrir kærustuna eða strákana mína og allt það, fólki í kringum mig og þannig að þú fær dómgreind? Já, ég fæ lánaða dómgreind og kannski segir Dísa kærasta mín, en hvað með þetta lag hér? Já, af því maður sér ekki alltaf hlutina best sjálfur sko, eða heyrir. En já, ég var með 15 lög í pottinum og fór í þessi 13 og þá sko svona í febrúar var ég að æfa lögin sko einhvern veginn að sum hafði ég spilað mjög oft og þau eru svona eins og veist inn í vöðva minninu. Jú. En þú þarf samt eins og vorum að tala um áðan hvernig ætla ég að gera þetta þannig að þetta verði ekki bara ég get spilað þessi lög þú líka að gera það þannig að þau verði eitthvað. Já, þú ert að láta öll 13 tala saman er það ekki? Jú líka og svo náttúrulega þegar ég fór að raða plötunni þá að því ég er með 7 frumsamin og 6 tökulög sem eru þekkt lög og líka þau sé ekki öll í setur þannig að það er aldrei sama tóntegund sem tekur við. Nei. Og svo ég byrja á 2 eftir mig svo kemur eitt bílalag svo kemur lag eftir mig svo kemur Billy Joel eða eitthvað þannig að þetta er svona þekkt lag nýtt lag, þekkt lag og svona það er líka mikil list að raða upp tónlist eins og þú veist. Já. En var ekki snúið fyrir það að læsa sko, því að ert ekki það skapandi og þú ert það vanur því að búa alltaf til eitthvað nýtt með það músík sem þú ert að spila og er ekki bara, þurftur ekki alveg svaklan aga til þess að ákveða það, ég ætla að spila það nákvæmlega svona. Já, en það er málið það að ég ákvað ekki ég get ekki ákveði, ég ætla að spila bara svona. Nei, það var ekki. Því svo þegar ég farið taka upp þá koma alltaf eitthvað nýju hlutir hér og þar og talandi um það, ég er að fara að halda núna útgáfa tónleika núna 1. maí í Skálholti þar sem ég ætla að bjóða bara öllum það er bara öllum boðið ókeypis inn klukkan 4 Er góður flýill þar? Þeir fengu flýilin sem var í salnum upp í Kópavogi þegar salurinn keypti nýja flýilin þar og ég mun taka öll þessi lög en þau verða ekki nákvæmlega eins. Nei. Þér er það ekki gefið að geta spila samanlega? Nei, ég held að þetta er líka hvað dettið þér í hug á þessu mómenti en það heitir platan In the Moment af því hún er það þú auðvitað ákveður þú gerir eitthvað strúktúr svona byrja ég og ég enda cirka þarna skum reyna að byrja vel að enda vel en svo gerist eitthvað á leiðinni og það finnst mér það fallega við tónlist og því ég hlusta á tónlistarmenn og hljóðfæraleikara og þú finnur það að þetta er sjálfsbrottið svolítið. En hvað ertu mikill fullkomnunarsinni til dæmis þegar kemur að talningu og svona þarf þetta alltaf að vera alveg 100%? Nei. Sko fyrir mér á tónlist ekki að vera 100%. Nei. Því leiðun orðin það þá missi ég áhuga. Það er hún gerilsneitt. Já. Það er þetta óvæntað þetta svona á staðnum að finna að það er hvort sem það er þegar menn eru að spila saman að menn eru að horfa á hvorn annan og þau eru að hlusta á hvorn annan leiðu að spila og flytja tónlist og eins bara með þó að þetta sé eitt hljóðfæri þá er ég að tala við hljóðfærið og það tala við mig skilur við og ég held að ég hafi náð að fanga í þessum upptökum þetta sem ég er að leita alltaf sjálfur að þetta er auðvitað sko þú gerir þetta ekki án undirbúnings það annað væri bara skrítið en þú ert búin að hugsa vel þú ert búin að æfa það sem það ætla að æfa svo skilur eftir eitthvað handa sem að kemur. Miðað við þessi lög sem ég hef heyrt þá hefur það tekst mjög vel upp. Já, takk. Þú kemur manni stundum svolítið óvart sem er skemmtilegt. Já, fór að tanga. Já, helviti er þetta nett. Allt því, það sem ég held það er meðal annars vegna þess að
það tekin ákvörðun á staðnum. Já, stundum. Já, og svo náttúrulega bara styrkleika, þú veist, bara hérna dýnamíkin og svona, bara mjög flott. Já, takk. En það líka, ef þú velur, ef þú ert topp aðstæður. Já. Þú ert með hljóðfæri sem að algjörlega hljómar og svara þér. Já. Þá get þetta þarf alltaf að ganga upp. Já, og þetta momentum, það er hérna þú galdur augnabliksins. Já. Og það er titillinn á plötinu og það er svona það sem að við vildum svona svolítið koma skila. Já, einmitt. Ef við ekki bara ljúka þessu spjalli, Pálmi, á að hérna eins og ég nefndi áðan að þú ætlar að vera svo gjöfull og örlátur að hérna lefa samstöðin að frumflytja lag af diskinum. Já. Mér langar kannski til þess að við fáum að heyra Honesty. Honesty með Billy Joel. Já. Það var... Er það í lagi? Það er vel við hæfi. Geti beðið það? Þú mátt það. Óskalag. Og sko þegar ég hætti að svona formlegu námi 12 ára, þá var það áeggjan píjónakennarans að því ég hafði spilað á jólatónleiku My Life með Billy Joel. Já. Og það var bara, hún sagði, nú hef ég bara engin ráð. Ég get ekkert kent þetta. Fyndið My Life var líka held í fyrsta lagi sem ég pikkaði upp og við erum sami árgangur. Já. Við erum bara þeim aldrei þegar það kemur út og það er bara einhvern veginn hittir. En fyrsta lagið sem ég pikkaði upp var Heimsum ból. Já. Manstu hvert alfyrsta þitt var? Já, það var þótt undarlegt með virðast, var það bandaríski þjóðsöngurinn held ég. Já. Og eflaust Obladi, það var rétt á eftir eða undan. Já, eftir sig. Já, einmitt. En sem sagt, Honesty, í boði Billy Joel og Pálma. Já. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig.
Og með þessum fallegu tónum ljúkum við rauðaborðinu hér á Samstöðinni í kvöld. Við verðum aftur á okkar stað, mætt klukkan 8 annað kvöld, með nýjan pakkastút fullan af áhugaverðu efni fyrir þig. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samveruna, verið sæl.